Þetta svolítið skuggalegt eins og tjöld, mann finnst þetta ekki smalað. Jæja, þá hefjumst við handa 47. fundur í dag. Þið fengu þarna öll gögnin og ég vakti athygli á því það svo miklu pakkar sem fylgdu með. Lið 2 og 3. Ef við hafum lagst yfir að lúslesa. En við erum nú fljót með lið 1 sem bara færa það til bókar. Hann Helgi Ásgeir Eysteinsson sem verið hefur varamaður Kjartans stígur til hliðar en Þorkell Sigurlaugsson kemur í staðinn. Og við bara segjum takk við Helga Ás og hlökkum til að fá Þorkell í hópinn. En þá komið að þarna umsagnarbeiðninni. Við höfum tíma til 31. október. Og aðalskipulagi, ég var búin að setja inn fyrir svolítið löngu síðan inn á svæðið okkar þegar verið munur á aðalskipulagi og deiliskipulagi. Þarna eiginlega verið að tala að breyta því í hvað sem þetta má nota landsvæði fyrst og fremst. Og þetta aðalskipulagi til 2040. Ég hjó eftir því á glæru 15-17 og glæru 20. Þarna verið að tala annars vegar keldur skilgreindar sem reitur 89, þar sem heimilt að þróa íbúabyggð og blandaða byggð á skipulagstímanum til 2040. En í Keldnaholt hins vegar ekki skilgreindur sérstakur reitur vegna þróunar íbúabyggðar eða blandaða byggðar, heldur fyrst og fremst gert ráð fyrir atvinnustarfsemi. Það kom fram í kynningunni sem var síðan á bókasafninu að eins og hestarnir og það gert ráð fyrir það verði áfram og starfsemin á Keldum, þarna í tilraunastöðinni. Á glæru 28, þar stendur eitthvað sem mér finnst að við þurfum að setja puttan á. Settar verða ákveðnari kröfur og skipulagsákvæði skipulag Keldnalands en venja að gera í aðalskipulagi, svo sem gæði og yfirbragð byggðar, hæðir húsa, skilgreiningu almenningsrýma, bíla og hjólastæði, vistvæna hönnun og félagslega sjálfbærni og hagkvæma áfangaskiptingu uppbyggingar innar sem taka þær tillit til við mótun deiliskipulagsins. Og eins og fram kom á fundinum að þá töluðu þarna arkitektarnir og frá umhverfis- og skipulagssviði að þetta gæti tekið 20 ár og það verður byrjað að neðsta kjarnamuniði sem hverfist borgarlínuásinn sem á leiðinni upp í Mos. Og það torg og svo byggðin út frá því. Ég veit ekki hvað við förum nákvæmlega ofan í allar þessar glærur, en mér finnst þarna allavega ef þetta eru ákveðnari kröfur, þá gleðst ég við því og ákveðnari skipulagsákvæði. Og það sem við höfum verið að tala íbúaráð gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi breytingar á aðalskipulaginu og leggur áherslu á að haldið verði fullkomlega í það ákvæði sem fram kemur í framlögðu flaggi breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur og umhverfismat Keldna, að settar verða ákveðnari kröfur og skipulagsákvæði skipulag landsins, bla bla bla. Svo finnst mér líka að við þurfum að koma frá okkur að jafnframt leggur íbúaráð áherslu á að lokið verði við formlega friðun á strandlengjunni innan við Gullinbrú og síðan líka að við leggjum áherslu á að það verði haldið sem mest í náttúrulegt umhverfi og græn svæði við skipulag með þarfir íbúa í huga. Ég hef ekki kafað dýpra ofan í allar þessar glærur, en eitthvað sem þið nutuð þegar þið lásuð þetta. Ef ég má, ég fór yfir þessar glæru þegar það voru auglýstar fyrir hálf mánuði. Ég reikna með þessu sömu glærni, ég var bara skoðalega.
og þar bara þéttleiki og uppbygging þessu hverfis bara ekki nokkru samræmi við hverfin í kring. Og það greinilega ætlast til þess að íbúar með allt annað lífstíl búi í þessu hverfi heldur en í Austurborginni almennt. Og það það sem ég ætla að gera athugasemd fyrir hönd íbúasamtakanna sko. Ég heyri bara að fólk hefur áhyggjur af þessu. Kom fram í máli borgarstjóra þegar kom að hann sagði að það verður aldrei byggður annar Grafarvogur. Þetta verður ekki eins og Grafarvogur og þetta verður að byggja til framtíðar með allt aðrar þarfir kannski fólks í huga. Við erum að tala 20 ár. Ég veit ekki. Það alveg sko, þetta með þéttleika. Við þurfum alveg sko að það koma því frá okkur. Svarið frá honum var nú ansi snubbótt. Ég tók dæmi fjölskylduna sem ætlaði á skíði að þá var svarið, það fari ekki allir á skíði. Hann skildi ekki einu sinni sneiðina eða pointið að skíði var dæmið í sögunni sko. Fólk fer á fótboltamót með 3 börn og fólk fer í útilegu og fólk fer í sumarbústaðinn, fólk fer í golf og annars slíkt bara í utanlandsferð. Þú ert að fara með 5 töskur í 5 manna fjölskyldu í utanlandsferð. Átt að labba 400 metra upp í bílastæðihús á 4. hæð. Sko. Þetta var brotturinn í því sem ég var að spyrja en svarið var það að það fari ekki allir á skíði. Sko. Þannig að þetta það sem ég geri og fólki í nærumhverfinu mínu og það sem tengist okkur í stjórn íbúasamtakanna, það gerir bara athugasemdir við þetta. Að það verði ákveða fyrir fólki hvernig það á að lifa. Fólki greinilega ekki treystir þess ákveða það sjálf. Þannig ég áskil mér eftir bókunum öndur sinni. Þú ert sem sagt að býta nú við. Ég senda þér bókunum aftur. Sko tala þéttleikann og fallið sem besta fyrir byggð sem fyrir á svæðinu. Já. Hnutu fyrir eitthvað þegar þið fóruð yfir þetta? Það bara sammála þessu. Já, það verðist náttúrulega sammála þessu, sko. Eru þið búin að skoða barnabókasafnið? Nei. Þið eiginlega að gera það. Já. Og skoða myndirna sem þarna. Sko, ég fór við Ingvar, við vorum á fundinum. Ég punktaði hjá mig því ég kom heim. Það sem mér fannst. Ingvar, þú grípur boltann ef ég Ingimar segir, ef ég að fara með einhverju vitleysu. Mér fannst vel mætt. Mjög vel. Mjög vel mætt. Og mér fannst svona almenn ánægja með arkitektana þessar konur sem kynntu. Það var galli og ég sagði frá því að það var ekki með mikrofón. Því það töluðu frekar lágt og þessu ég tala ensku þá þetta svolítið erfitt. Það var mikið skvaldur í bókasafninu fyrir aftan. En ég held samt að fengu allir svör við sínum spurningum. Fólki líkaði vel, bragurinn sem það sá á klærunum á húsunum. Þetta voru ekki þessi himnir. Þessi hús. Velkomin. Takk. Og hvað það sögðu að það er ríka áhersla á vel að byggja grænum svæðum, vernda náttúruna og fleiri. Þær hafa hannað sambærilegt svæði einhvers staðar í Svíþjóð sem að þetta til. Hafa hliðsjón af og hafa verið hér mikið áður að skilja þessari vinnu af sér. Það var vakin athygli á Voginum, fuglalífinu, laxakistunum sem eins og við vitum uppeltisstöð af smádýra sem síðan fæða fugla og fiska. Og var kallað eftir því að það friðað og það verður auðvitað færi gegnum þetta opinbera aðilum og umhverfisstofnun. Framkoma gerir maður ráð fyrir öll uppbygging taki 20 ár, já. Það kom fram þessi sýning og kynningar fyrsta skref í löngu ferli. Þessi mikið samtal eftir þetta þessi unnið öðruvísi heldur en áður hefur verið gert. Ég kem í spurninguna, þið munið þegar við funduðum niður í Borgartúni. Með fulltrúum frá þá kom fram að það ekki flutt inn í fyrstu 100 íbúðirnar fyrir borgarlínan myndi ná upp í Hjallalandi þannig að það kæmi ekki aftur svona hverfi eins og hér á almenningssamgangna.
Mér finnst bara við þurfum að fá svar við því að þetta ekki óbreytt. Sýningin stendur á bókasafni til 17. október. Það átti ekki að við, það voru einhverjir að tala að fara þarna núna klukkan 5 eitthvað. Já, það er fundur núna akkúrat í stöðuorðum sem að íbúasamtökin taka þátt í eða sem sagt hafa fundarstjórn með og til þess að ræða þessi mál og svona heyra í fólki eftir. Á sama tíma og þú ert hér? Já, við erum fleiri stjórnir. Það er gott að þú komst. Já, Elisabeth er með fundin í Sprönginni. Já, Síðan kom fram þarna útskýringi spurðum, þið vitið á myndinni fyrstu sem við sáum, það truflar marga þessi kringlótti, sko prammi sem er þarna niður í Voginu. Auðvitað er þetta bara hugmyndir og alls ekki víst allt sem þarna er. Þannig kom það enginn fyrir skýringuna. Þetta er aðstæð til fuglaskoðunar eins og fuglaskoðunarhús og það er ekki opið út í á þennan stað nema ákveðið tíma á árinu. Þannig ég hélt fyrst þetta var eitthvað sjósund eða ég vissi bara ekki hvað þetta var. En þetta er sem sagt fyrir fuglaskoðun. Þetta er Að sænskri fyrirmynd. Þetta er koppi af þessu sem er í 5 árinni á Amagastrand í Kaupmannahöfn. Nú er það líka svona fyrir fugla? Nei, það er fyrir dýningar og útivist. Já, ok. Þetta var nákvæmlega eins mannverki. Ég get ekki sem neitt munað þér. En þetta er sem sagt ekki þannig. Ég spurði mitt, ég held að það. Ingimar, eitthvað annað sem þú tókst eftir á fundinum? Já, ég veist að óvenju jákvæður, eða þú veist, það var bara hljóðið í allara fundamönnum sem mættu þarna, voru bara tiltölulega jákvæður gagnvart þessum hugmyndum. Þannig að maður var, ég leit svona á hann að hlusta og það var gjörugleg umræða á fundinum, bara alls konar hluti. Það sem alltaf kom skýrt fram var að eins og arkitektarnir töluðu, þá var þetta val á aðilum til þess að hanna þetta endanlega. Það getur tekið mjög miklu breytingum núna síðan í framhaldinu. Enda eins og við höfum rætt stenst bara ekki lög sem var sett fram. Þetta voru hugmyndir. Það var verið að velja, þetta var eins og samkennd hæfni til þess að taka þetta á það. Þannig að ég held að það sé heilmikill möguleiki fyrir bæði okkur og íbúa almennt að hafa áhrif á þetta þó að grunnforsendurnar eru náttúrulega greinilega grunnforsendurnar eru að nýta landið sem best. Það er að segja að fá sem mest íbúamagn inn á þetta svæði. Þannig að það er svona grunnforsenda, ég held að það verði já. Þetta minnir mann á þetta. Tiltölulega erfitt að breyta þeirri grunnforsendu held ég, en auðvitað þetta er unnið líka í skrefum og þetta er eiginlega 3 skólahverfi, það eru 3 heilu skólahverfi viðbúðar og með þessari áherslu á að nýta að mögulega til að nýta almenningssamgöngur. Þannig að þetta er auðvitað allt annað konsept, það er alveg rétt, þetta er allt annað konsept en Grafarvogur. Það er 40 ára. Já, þú fleiri Árbæir og Úlfarsárdalur, Grafarholt, Hluti Breiðholtsins. Mér fannst það eins og mjög margt af svolítið ungu fólki þarna líka. Mér fannst það svolítið spennt fyrir þessari hugmyndafræði. Við erum, maður kannski að segja, ef ég væri 30, myndi ég líta á þetta öðrum augum. Hvað segja fasteignasalar sem þið þekkið? Þeir segja að það sé ekki vöntun á þéttingahúsnæði. Þeir segja að það sé vöntun á sérbýli og íbúðum með útsinni og aðkomu. En það vantar mikið upp á að seljist íbúðir í þéttingareitunum. En íbúðir hér er biðröð í opnum húsum á íbúðum í Grafarvogi. Dóttir mín er að leita, ég er búinn að fara á nokkur opin hús og þetta er bara vilda vestrið. Þetta er bara sorglegt. Ekki fyrir seljandann, þetta er æðislegt fyrir seljandann. Eina sem ég veit að íbúðir hættar að fara yfir ásættu verð. Já, það er ekki þéttingar.
Og það eru mjög margar íbúðir niður í miðbæ sem eru að vera að koma skýrslur sem bara hreinlega seljast ekki. Já. Þetta segja mér. Verðið náttúrulega líka bara ekki, það ekki ótrúlega íbúðir. 1400 krónur fermetrin hæglaréttum búið. En það var topp íbúðin seld óséð. Var ekki búið að hanna henni sem var seld. En mér fannst koma fram þegar var svöruð þessar konur. Mér fannst það hafa svona ákveðna ári yfir sér. Mér fannst fólk hlusta á treysta því sem sagður, einhvern veginn. Það lögð áherslu á birtuna. Af því að við vitum að sumt af þessum íbúðum í þéttingarbyggingunni hérna niður í bæ. Það svona vafatriði hvort það standist reglur birtu. Það sögðum að það lögð sérstök áherslu á að tryggja það. Spurningin þetta plagg sem þurfum að senda frá okkur. Treystið mér til að smella upp grunni og ég senda á okkur og þið verðið að lúslesa og koma með athugasemdir. En það verður á þessum nótum og ég legg áherslu á við tölum útivistarsvæðin, grænusvæðin, aðgengið, friðunina á voginum. Þetta þurfa að fylgja með. Ok. Og þú skilar svo inn bókuninni. Ég er búin að senda honum á hana. Ég skil í bókunum. Ok. Í kjærstafnum, borg. Skemmtilega. Bíð eftir honum í Mjög grænkjörni. næsta. Þetta ekki smá vinna við gerða svona eins og þessari skýrslu sem fylgdi þessu. Og það með rauðkápunni og svo kom önnur fyrir næsta lið. Það var þarna verklýsing íbúðaruppbyggingar í grónum hverfum, breyting á aðskipulagi til 2024, það var Grafarvogur. Það var þetta fyrst almennt og svo Grafarvogur. Þetta ekki hrist fram úr erminni að ganga frá svona plaggi. Heldur betur ekki. Það eitt sem mér langar að bæta við. Það nú mál sem að íbúðaráðið tók fyrir og samþykkti. Það var að málaleitan Fjölnis muniði varandi uppbyggingu á íþróttavelli við Egilshöll. Snúningnum. Já. Ég held að skipti máli að þetta hverfi mun koma. Þú veist, við erum byggja á Keldnaholti. Það sé gott að vera búin að huga aðeins að betri svona aðstöðu fyrir fleiri börn. Og að því ef við færum keppnisvöllin, þá losum við niður í Húsagarði eða villi. Þá erum við tilbúin. Ég veist að gott að klára svo. Því við vorum sammála því að þetta var ekki það dýrt einu sinni. Það var komið tilbúið borðið þó að ofnbæri innkaup nú verið flókin. Þetta var ekki það kostnaðarsamt að setja upp og þetta var vilji Fjölnis. Þannig að mér finnst eðlilegt að við reynum að styðja Fjölni í. Ég athuga þetta og læt ykkur vita hvað málið er statt. Við sendum frá okkur og við styddum þessa. Þetta var sem sagt til þeirra sem eiga Egilshöll. Þetta var snúa vellinum, byggja áhorfendastúku sem fulla gröfum og þá voru búin þessi aðstaða og eitthvað fleira. Þetta var í áttina að litla golfvellinum. Já. En það er alveg satt sem hún segir, þetta er þetta land sem ríkisstjórnin samþykkir að lagt verði í púkkið til bættra samganguna og þeir framselja svo til borgarinnar. Þetta er samninga þarna á milli að því. Já. En ég held að líka það er annað sem við verðum líka að huga fyrst mér að þetta sé hluti Grafarvogi. Það sé svo við hugsaum þetta sé hluti á okkar hverfi. Á ég ekki setja það með? Engin spurning. Þetta á að vera 112. Ekki tala um það? Já, ég bara á ekki bara þetta sé svona, þú veist. Þetta er hinn eini sanni Grafarvogur. Já, þetta er bara hluti þetta kemur, ég bara, já. Grafarvogshverfin byggð upp út úr landi Keldna. Borgin kaupir af ríkinu landi sem að Follahverfi, Húsahverfi ekki standa á, þannig að
Þannig þetta er einu sanni. Það er alltaf hallarslegt ef þetta fengi 113 póstnúmeri, verandi onni kodda á Húsakverfi. Ekki við. Já, en ég er líka bara að tala þú veist, allt menningarlegt fjölni, Já. nýtingu á umhverfinu, þetta sé hugsað í samhengi, sko. Já. Þannig að við erum hana með skíðabrekkur, Já. Við viljum að þessir krakkar geti nýtt sér þessar hluti bara hverfi. Kom líka fram með þetta að samíþróttafélag. Já. Kom fram með þessu fundi. Styrkja það frekar. Já. Það verður að vera með einhver að byggja upp einhver svona 2 einingar einhvern veginn. Þannig að allt sem við getum gert til þess að sameina þetta svona menningarlega og svona þjónustulega. Og meðan þetta tegir sig yfir Vesturlandsveginn, þá er þetta 112. Já. Þá er það hitt. Þú komir kaffi hérna. Já. Við vorum að kveðja hann hérna, hann félagaðinn, varamannin, Já. í fyrsta lið og bara fögnuðast í að fá nýja. Já. Og svo í framhaldi því þú varst ekki komin að þá gatið þess nú ekki. Svo ertu líka komin inn í íbúðarraði í Breiðholti. Já. Þú hefur nú að gera. Ég hélt að væri að draga saman segli, ekki að vara þingmaður númer 1. Jú, en þetta er bara tímabundið með Breiðholtið. Ég er bara hlaupt í skarðið fyrir Helga Ás sem er núna í einhverja mánuði atvinnu íþróttamaður í skák. Skák. Nó. Hann vann þetta mótið, Reykjavíkur. Já, Það var nýra áþúsundagi. já, hann er Íslandsmeistari í skák og svo bara röður svo mörg mót, sko alþjóðleg mót á haustið. Hann ákvað bara að losa sig hér á meðan. Ekki stætti á Íslandsmeistara í hópnum, sko. Nei, flott. Glæsilegt. Þá er það þessi nýja skýrsla hin sem að ég þurfti líka að lesa. Við þurfum að samþykkja að fela þér í öðru leið. Já. Viljið það, ég spurði hann hvort þið treystu mig til þess. Já. Það sagði allir já. Já, við vorum ekki með Kjartan var komin en þarna eftir það. Já. Já. Kjartan, við ræddum þarna fyrsta liðin. Já, Nei, lið 2 þarna Kjarnalandið. já. Uppbygginguna. Ég kom svona með punkta á glærum 28 sem ég fannst skipta máli þar sem við talum ákveðnari kröfur og skipulagsákvæði og okkar áherslur og tók hann inn þar sem Árni var að tala með þéttleikan fallið sér eftir þeirri bauðfylgjur af kvæðinu og bætum við hérna hlut á Grafarvogi og líka við leggjum áherslu að ljúka við formlega friðun sem hluta þessu máli. Ég sendi ykkur öllum uppkast áður en við sendum þetta frá okkur og hveti ykkur bara til að koma með þetta á samfél. Svo líka, svo líka mikilvægt sko, það kom nú, það kom fyrir borgarstjórnarfund síðasta, 3 daga fyrir viku, þá sem sagt, bara fram fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins, sem sagt, tillögum að miða við tillögu umhverfisráðherra að friðunarmörkum, eða verndarmörkum vegna friðlýsingarinnar og eins og rauninni var samþykkt í ráðinu sko, en sú tillaga var bara felld. Og þetta má ekki bara reyna. Það er betur en ekkert, eða ekki? Jú, það er bara, borgarstjórn bara, meirihluti tók bara það ákvörðun að það skyldi miða við þrengri mörkin en ekki víðari. Já. Var þetta tekið aftur fyrir í borgarstjórn? Já, það er svo margir tekið fyrir, sko, þetta var afgreitt í umhverfis- og skipulagsráði enn í desember og svo höfum við verið með það og svo tókum við það fyrir borgarstjórnum daginn. Og velt. Já. Þetta er lýðræðið. Þá er það með íbúðaruppbygginguna. Þetta er uppkast, já. Nei, þetta er uppkast, þetta er bókun íbúðarsamtaka og það er fleiri frálst að vera með að þau vilja. Þannig að getur látið þetta ganga. Lesum þetta upp á eftir. Ég er með bókun í þessum liði líka. Hér erum við með frest til 15. október. Það var ekki margir dagar. Það tók ég út úr þessi skýrsla sem mér fannst ég geta spunnið út frá.
mögulegir nýir uppbyggingarreitir íbúðarhúsnæðis innan gróinna hverfa í sumum tilfellum þegar innan skilgreindra íbúðabyggða í aðalskipulagi samanber framsetningu og skipulagsuppdráttum AR 2040. Í mörgum öðrum tilfellum tækifæri til nýrra uppbyggingar að finna á helgunarsvæðum, umhverfisgatna, vannýttum jörðum, annarra landnotkunarsvæða og svæðum sem skilgreindir í dag opin svæði og græn án þess þó að þau gegni ákveðnu hlutverki sem útivistar eða verndarsvæði. Þetta eins og komandi í textanum daginn að vera að breyta því að ykkur ákveðin bali sé bara skilgreindur sem opið svæði, það var breytingin yfir að vera skilgreindur sem íbúðasvæði. Bara breyta, ef það þarf að breyta landnotkunar skilgreiningum í tengslum við þessa uppbyggingu á þessum reitum hér innan Grafarvogs. Það snýst málið. Sko það sem ég var búin að pikka niður sem okkar áherslu hingað til, eins og fram kom á fundunum okkar síðast og kom þetta líka fram í bókum frá einhver félagar eða bara Kjartan, að íbúðarráð setur sig ekki upp á móti boðuðum breytingum aðalskipulagi, samanber textin hér ofan, en íbúðarráð vill árétta að öll uppbygging á þessum reitum verði í fullu samræmi við það sem kynnt hefur verið húsnæði sem fellur að byggðinni í Grafarvogi. Er að ræða litla byggingarreiti þar sem sérbýli, raðhús og lítil sérbýli verði byggð í anda þess sem fyrir á viðkomandi svæði. Síðan eftir að við hittumst á bókasafninu, fundurinn þar, þá finnst mér ekki geta nýtt þar líka ýmislegt. Mér fannst vel mætt og mér fannst fólk sína hugmyndunum mismikinn áhuga. Þannig svona fyrir hann að búa þá sýndu ekki margir okkar uppbyggingarreit áhuga. Hann er ekki sá versti. Hann er ekki sá versti. Alls ekki. Meðan Íslandsdag sýndu margir áhuga ánægðir með að nýta sér svæði, en þegar byggingar nálguðust sem sagt manns eigið svæði, þá vakna eðlilega spurningar, mér finnst það mjög eðlilegt. Mér fannst þetta vel skipulagt, hvernig þetta var sett svona upp eftir hverfum og það var starfsmaður umhverfis- og skipulagssviðs við hvert stand og gat útskýrt fyrir fólki hvað þau var að vera. Þarna voru svona tölvur á borðum og þú gast farið inn á svæði og sett inn þína athugasemdir. Þú gast líka handskrifa þær, settar í einhvern pott. Og fólk var hvatt til að senda inn ábendingar. Svo var þarna það sem við vorum búin að ræða við átni þarna í bóksafninu, tryggja íbúar að fá allar þessar myndir og upplýsingar. Og ég er búin að senda það áfram og við fáum það þegar myndirnar heldur frá strax. Ég talaði við ágæta konu þarna, Ólöf Ólafsdóttir, og hún hafnaði ef við fengjum þessar upplýsingar. Og ég marghváði. Ég bara skil ekki svona. Myndirnar? Þessa kynningu sem var þarna. Já. Ég baði hann að hvort þetta er ekki sent og það verið þá upplætt að gera það í gegnum þig og síðan myndum við deila því. Já. Og því var hafnað. Já. Skal lítur gæta hann alltaf. Þá kemur það sem ég tók fyrst og fremst eftir. Það sem fólk er hrætt við og mér finnst mig alveg taka það fram í okkar svari. Fólk er hrætt við að það sé vera plata. Að það sem er kannski sýnt núna 3-4 hæða og svo læðist einhver verktaki inn og bæti 5. hæðinni við á þess að sé kynnt. Þetta heyrði ég hjá einhverju fólki. Og það var nefnt einhver fordæmi. Það var bent á dæmi þar sem ákveðin sýn hefur við byggingu hús. Þetta er alltaf þetta fyrir að koma nálægt manni sjálf. Mest fannst mér athugasemdir berast á Sóleyjarima og mér finnst að virkilega vekja athygli á því. Fólk fannst þetta of mikið og það væri ekki gert ráð fyrir bílastæði per íbúð. Ég var búin að senda frá okkur að grænu svæðin sem út af stæðu og nýtt til útiveru þau snéru að skólanum. Skólinn hefur verið að nýta þetta kennslu. Þannig að það þurfi ekki að bara að við hinum megin. Það verið næst skólanum.
Og síðan voru einhverjir sem lýstu yfir furðu á að byggja á hljóðmön með Hallsveg. Og ég hafði áður vakið athygli á því frá okkur að byggja á hljóðmön því að við getum átt umferð Hallsveg aukist. Tilkomu Sundabrautargangna, ég veit þið hérna. Þannig að þarna með sólegarreimann, með hljóðmönina, að það verður að skapa traust, fólk verður að treysta því, þannig að það verður ekki einhvern veginn svo breytt. Það finnst mér sko við alveg ekki geta sett inn í okkar svar. Það er eitthvað sem við höfum bara viljað leggja áherslu á. Þannig að ég bara með glöggi tek að mér að gera uppkast af þessu líka og senda á okkur. En það einhvern tímann í næstu viku, þannig þau gerir það bara núna í helgina. Í 15. næstu viku. Jú, 7. dag. 14, 15, jú. Ég getur bara helgina, senda á okkur. 3 dagar næstu viku. Hvað fór fólk á kynninguna? Já, Kjartan, ég sagði Kjartan. Ég fór á bókasafnið fyrir þetta, hún ennþá uppi? Já, hún ennþá uppi. Efraðinni. Já. Þannig að þið sem eftir að fara að skoða niðri, það er líkur, þá sjáu þið sem sagt áður. Já, veitu hvað niðri? Það Keldnalands kynningin. Já, það svo kynningin. Það var alveg sama kynningin og við fengum í Ráðhúsunum. Já, sá. Já. En þetta var bara mér syndist þetta að vera bara, en myndirnar eru margar bara mjög lýsandi þannig sem eru uppi. Af því að maður kvartaði yfir hérna í sumar að þetta verið svo lágur uppljóst og það að sjá þetta. Já, þetta miklu betra. Þetta var miklu betra. Já, þetta skýrt. Hvernig upplifir þú þetta og þá sem þú talaði við? Já, fólk, bara svona bæði og fólk, svona fólki fannst verið að flestur sem tjáðu sig sko, þetta verið að bara fullnæri grænu sænum sem eru við íbúðarhúsin. Það helst, maður skilur það, en það bara nálægt mér sjálfur að maður sittist og gefa út sín mitt hverju. En nú maður þetta bara hluta af heild. Þannig að minnst bara fólk, ég mun alltaf hvetja fólk, senda inn athugasemdir. Það einn og þú gerir það ekki gegn samtökin hjá þér. Já, það svo vel í gangi. Ég bókunum til þessum liði líka. Já. Og þær þarna baki, ég búin að senda þær á heimi. Það bak við tölvunina, þessi bókunum. Það sem ég upplifði var bara að fólk ég vil ekki að segja að fólk sé reitt, en fólk því misboðið, fólk sárt og því mislíkar hvernig svona það upplifir þannig að það sé verið að tróða þessu yfir hverfið, sama hvað dautar og raular. Það upplifun fólks. Já. Og ég sá rólendis fólk taka bara stórt til orða við ágætan borgarstjóra. Ég hef bara ekki orðið vitni af því áður að almennur borgari tekur slíka sennu. Það var bara fínt að mætti og fínt mjög gott. Ég talaði það sko. Gat hitt á fólk og hann alveg breytt bak til að taka. Og líka gagnrýni. Mér fannst að það var við sólegarina. Sárin. Mörg á ótrúlegustu svæði. Ég var að reyna að hlusta og hafði mikið bara með sjálfur. Og það eru mörg svæði, það fyrir neðan strandveginn eða þarfið. Það er mikið talað það, já, þannig við og stólurinn göttunni það kemur. Og sólegarinn minna það séu 55 bílastæði eða 53 bílastæði fyrir 88 íbúðir. Þetta náttúrulega í hrópandi ósamræmi við allt sem á undan hefur gengið hér. Og klúðrið sem varð við Móaveg, það má bara ekki endurtaka sig sko. Þar var 0,8 bílastæði per íbúð, 0,7 eitthvað. Þetta er 0,6 sko. Það verður bætum betur. Við tökum þetta alveg hreint inn í okkar svar. Já, en sko sjáðu þrátt fyrir að skipulagsyfirvöld hafi haft öll tæki og tól til þess að kynna sér þetta, kalla eftir tillögum frá íbúum, samráð við íbúa, samtök, samráð við íbúaráð, það var ekkert. Það er einhver glærukynning upp á hljóðmön, umferðareyju í 27. júní, þessi borgarstjóri í litmynd og
við reyndum mörg hérna að fá einhver upplýsingar eftir það og það var ekkert fyrir þessi kynning núna í síðustu viku. Mér var bara auðvitað kynningin í Spönginni í vor. Það var Þessu hugmynd var vart. það var engin, nei, þetta var, hann stóð upp á hljóðmönni eða umferðareyjunni við Dalveg í sjónvarpsfréttunum 27. júní. Já, það var bara í Kynnti þessa þéttingu. sama dag og var haldinn blaðamannafundur. Já. Til framhald af því, sko. Já. En við erum samt að taka það Og inn í eins og reikninginn, já, að þetta er samt bara rétt fyrsta þreifing á Já, nú en er það þetta gert er- öðruvísi en áður. sko, Nú þetta meiri er- möguleiki að geta fengið að breyta. já, en þetta eru sömu stjórnvöld og boða íbúa samráð. Þetta er ekki íbúa samráð. Meira samráð en áður hefur verið. Þetta er völdun yfir íbúa. Mun meira samráð en áður. Nei, það er einfaldasta mál í heimi að halda íbúafund eða kynna þetta í gegnum þau samtök og þau tækju tól sem að borgin hefur og óska eftir tillögum frá fólki svæði sem að myndi henta til þéttinga. Til dæmis, það er þetta samráð við nágranna og annað slíkt. Það var ekkert í tilfelli og það var ekki einu sinni hægt að fá einar einustu upplýsingar í kjölfarið af þessum furðulega fréttamannafundi. Þannig að það var sem sagt skipulagsyfirvöldum og borgarstjóra til verulegra vansa, svo ég segi það bara hreint út. Og ég átti bara vona meiru af nýjum borgarstjóra sem auglýsti að það væri breyttir tímar. Þetta er breyting hvernig þetta er vilið. Af því Já. það er ekki búið að ákveða eitt né neitt fast. Núna er tækifærið og þarna segi ég við fólk sem hefur áhyggjur af hinum ýmsustu útvarslum möguleikum, mótmæli núna í gegnum íbúasamtök, einn og sér undir eigin nafni, fólk í Rimakverfi út á Sóleyjarima, mér finnst það eigi að gera. Nú er tækifærið áður en að allt er seint. Áður hefur oft verið unnið þannig að það hefur allt verið ákveðið og þá vaknar fólk upp við vondan draum og vill þar breyta. Þannig að við skulum taka viljan fyrir verkið, nú er verið að kynna þetta algjörlega á fyrstu skrefum. Þetta eru bara því miður nákvæmlega sama aðferðafræði og var notuð við til dæmis skólasameiningar, leikskólasameiningar og margt annað hér í hverfi. Þetta er sama aðferðafræðin, það verður ekkert breyst. Og- Sóleyjarimi sjálfur er heldur ekki gamall. Nei, Hann var það ekki- var nú engin smá, Ég bjó í Mósarima þegar Já. það var ekkert annað. já, Jú. hárrétt. Þannig Þannig að bara því miður, já. Ég ætla ekki að hafa meiri orð en Nei. ég er með bókun Já, ég búin að sjá. og ef eitthvað vill vera með í bókunni þá er það frjálst. Þannig að við bara Já, setjum bara kjöt utan á beinin og smellum þessu frá okkur fyrir 15. október. Er þið sammála því? En þá verður verið duglega að lesa skýrsluna. Já. Svo gaman að lesa svona skýrslur. Já. Þá, Það var sér kaffibólla sko. já, Já, ég var aðeins komin á þetta. þessu. Og við vorum alltaf með hann Heiðar með nærveru sinni á síðasta fundi, borgarstjórinn. Og ég meina að þar fullyrti hann að þetta væri semst eins og Fanny kom inn á. Þetta eru bara fyrstu drög það sem er að skella fram. Ég held að við þurfum bara að vera duglega að hlusta á íbúana og fá þannig að það er ekki alveg komið í ljós hversu mikið verður hlustað á Það er rétt. íbúa. Það mun komið í ljós. Og þetta er ákveðin próf. Ég vil meina prófraun Segir það bara. fyrir svona kannski nýja nálgun að hlusta á virkilega á íbúana hvað þeir hafa að segja og auðvitað verðum við þá líka í okkar gagnrýni að vera þá með vera með rök fyrir því það er flesti sem vilja bara ekkert rask bara yfir höfuð við þurfum að hafa þá rök fyrir þannig að við þurfum bara að fjárfesta svolítið í tíma að fara í hverja einustu þéttingu og taka sama rökin Hárrétt. og þá vonandi bara treysta því að það verður svona hlustað á þau rök því auðvitað sem ég hef svo sagt við erum hérna í Grafarvogi við gætum verið 5. stærsta sveitarfélag landsins auðvitað Það er raddir og það er ekki gott ef 5. stærsta sveitarfélag hefur ekkert með sín mál að gera það er bara ekki gott útsvar ber íbúi í Grafarvogi vel yfir meðaldali í Reykjavík. Já, auðvitað verður þetta örgulega tiltölulega ríkt sveitarfélag ef því er að skipta og þetta er við erum búin að þetta er auðvitað bara með ákveðin enginn þetta hverfi og ég held að sé ekki
þetta er gríðarlega mikilvægt, finnst mér að út frá lýðræðissjónarmiði að það sé hlustað á okkur. Heldur betur. Ég sendi þarna eins og ég sagði ykkur okkar úrskil að fá þetta, glærurnar og athugasemdirnar og Ég sendi á þau og fannst já, frá Margréti, nálaug. Og það kemur hérna í svarina, ég minni þá á að síðar í deiliskipulagsferlinu fer aftur fram samráð þar sem íbúar geta lagt inn formlegar athugasemdir varðandi deiliskipulagi sem verða allar opinberar og hverri og einni athugasemd verður svarað. Þetta er eiginlega algjört auka sem ekki hefur verið gert á svona eins og þetta er núna. Þannig að hérna, og svo setjum við hérna slóð á skipulagsgáttinni sem við vorum líka komið með þannig. Það ætti alltaf að vera komið í hendurnar á okkur þannig að þegar þessar við erum búið að svara öllum athugasemdum þá fáum við þessi svör og allir geta að lesa það. Það lesi þau svörin. Eigum það farið lið 4. Já, Árni stendur að baki þessum bókunum tveimur. Kjartan, Já. fannst mér líka. Kjartan líka. Kjartan, kemur þið ekki Í báðum bókunum. já, takk. Þetta. Var þetta þessar bókar mjög starf vera, það eru mjög hressilegar. já. Það vona á öðru. Nei, alls ekki og það er kannski ákveðna aldrei á ræði. Það er svolítið beinskeitur í þessu. Ég vil allavega nálgast þetta út frá þessara umsögn sem við erum að treysta fram í fyrir. Að við náðum sátt með hana. Ég finnst gríðarlega mikilvægt að við stöndum saman í því en ef þetta hefur verið, til dæmis í íbúasamtökunum hefur verið rætt á þessu nótum en áttu bókun íþrótta samtakana. Þetta er stjórn íbúasamtakana. En það kemur bókun núna eftir fundin sem í gangi akkurat núna. Á þessari, eða sem sagt kemur umsögn og erindi. Hvað var þessi fundur auglýst? Á samfélagsmiðlum. Já. Inn á íbúar í Grafarvogi. Já, víða. Við komum svo ekki nýja hústa. Já, það hefði náttúrulega mjög þægilegt og gott að mæta þannig að fund líka. Já, við segjum Já, þetta er bara fyrsti af nokkrum. Þetta er bara eftir tilmæli íbúa að fá vettvang til þess að spjalla saman þessar tillögur. Og þá var það ljúft og gilt að gera það. og bara koma þessum upplýsingum til fólks Já. að þetta á eftir að fara í almenna kynningu aftur, almenna athugasemdir innsendar aftur og öllu svarað. Þannig að það bara berist satt og rétt skilmerkilega til fólks. Því oft spinnst upp, þú veist, allavega. Síðan kemur liður 4 sem að við vorum eiginlega búin að afgreiða fyrir mörgum mánuðum. Þetta var samantekt að fundi borgarstjóra sem var hér í Rimaskóla. Hvenær var það? Hvenær var Síðasta vetur. Febrúar, mars. Þeir voru búin að fá Fanny var svo ákveðin að hún fekk þetta til sín. Strax í kjölfarið og var þetta tekið saman á öðru formi og senda íbúar að Það lítur að allir séu bátti. Ég er til dæmis búin að vitna í þessar myndir í blaðagrein, eða þú veist, í Grafarvogsblaðinu. Og mér er svo bara fínt að hafa þetta. Það var góður fundur, mættu margir og þið fengu þessar myndir, þær eru glifstar inn á svæðan okkar. Og einmitt það er kannski akkurat að vitna í þetta. Í umsókninu Kjarnarlandi, náttúran og göngulegir. Gerir það. Tengist líka að tengja niðurstöðunum og alveg sagt við það sem ákveður að segja. Mér finnst bara maður svo heppinn sem situr hérna þetta borð og hérna því að þið munið maður sem kom og kynnti fyrir okkur félagsauðinn í borginni. Já. Það sem að stóð hérna og ég bara hugsaði, wow, hvað var þetta? Það verður aldrei byggt. Þetta er svona lúxus. Þetta er byggt svona hverfi með öllum þessum stóru lóðum.
fyrsta hverfið örugglega Kjartan, eða ekki? Það sem var hannað svona með hjóla á göngustígum. Fyrst svo, hvað hverju var þetta? Breiðholtsskólinn. Já, reyndar, rétt. Já, þau eru til fyrirmyndar í skipulagi að mjög mörgu leyti. Já. Og skólahverfin til dæmis og skólarnir sjálfur eru til fyrirmyndar í svona hugmyndafræðilegri hönnun. Þetta má gera byggingarnar nútímalegar og allt það, en svona hugmyndafræðileg hönnun skólahverfin og skólan sjálfa til fyrirmyndar. Sjálfbær hverfi. Sjálfbær hverfi og bara ég oft bent á að Breiðholtsskóli í Neðra-Brjóti ætti að vera fyrirmynd annarra skóla í grunnhönnun. Það meira sér sko var á sínum tíma gert ráð fyrir tannlæknastofu sko. Það er leikhús lítið, það er sundlaug. Sveitungaskóli. Já, nefndu. Hann er á mörgum hæðum Breiðholtsskólinu. Þetta er á mörgum hlutum fyrirmyndarskóli. Sorglegt Þú þekkir hann skóla, Kjartan, vel. Já, Breiðholtsskóli. Þess vegna er sorglegt að það skuli með þessa hugmyndafræði ekki þrífast til dæmis þessar verslanir sem var gert ráð fyrir að væru í hverjum kjarna, að þetta nú bara viljum við íbúarnir þetta. Mjóddin kom eftir að hverfi var það er seinni tíma hönnun og þróun og verslunina fluttu þangað. Svo kom krónan. Ekkert við því að segja sko. Endilega. Það var náttúrulega úrreldist. Strætómennir sögðu mér sko, þeir var í stjórn strætó á sinni tíma sko að Grafavogurinn hefði verið fyrsta hverfið sem þeir hefði fengið að vera með algjörlega frá byrjun. Það útskýrði meðal þess að þeir komið til leiðar hefði verið þessi hringafstur sem eru mörg hverf sem er svolítið einkennandi fyrir Grafavog. Þú getur tekið hringinn. Þeir töldu segja svolítið heiðurinn af því. Þetta er eins og Hamrakverfinu. Það sá hringur. Með lokin af. Já, en svo var þetta strætó reynda ekki senda á hringnum sko, en áhersla á að hringurinn með hringakstri var þetta þjóna á hverfinu. Komin aftur strætó í hringinn. Já. Þannig að þessi liður þarna samantekt og íbúafundunum, ég held að það sé bara afgreitt. Síðan er það bara við sem duglega að kynna þarna umsóknartímann 15. september, 15. október. Ég hef kannski bara ekki setið þetta á síðurnar. Jú, endilega. Í Grafarvogi. Og við eigum eftir 656.000. Seinni hlutin af ársfénu. Já. Þannig að við vitum það. Svo kom þarna tilkynning, breyting úthlutunarreglum. Að breytingin eins og þið hafi lesið, að ef þeir sem hljóta styrk sjá að þeir ná ekki að framkvæma innan uppgefins tímaramma, geta sent ráðinu inn nýja tímaáætlun, þannig að styrkurinn falli ekki niður af því að brunnin á tíma getur alltaf eitthvað komið upp í lífi fólks ef ytri aðstæður, en þá geta það sótt aftur. Ég bara vildi vita, er mikið að þetta gerist? Að svona styrkir dagi upp út af þessu? Það er með það segir að það konast. Nei, það ekki afsett mikið í þessu. Nei. En þetta er bara að reyna komið til móts við þá sem lenda í þessu. Já, það er ágætt að það er þá bara búið að formgera í reglunum. Það er svo reyna laga þetta sko, það var mjög algengt hérna áður fyrir sko að styrkir verkefni döguð uppi og það var með sem mjög algengt sko að það voru kannski veittir styrkir, svo var verkefnið ekkert framkvæmt og það var aldrei vita hvað var það styrkinu sko. Ég var eitthvað í ITR sko, það var hvað þetta kallinn sem var með reiðnámskeið upp í Reiðhöll. Svo veittist hann og gat ekki haft í námskeiðið, þá skilaði hann styrknum. Það bara táraðist allir, þetta var bara fyrst þessi sem í langan tíma sem styrku var skilað þáttur að verkefnið gengi ekki eftir. Já, áður var það þannig að þú fékkst bara styrkinn án þess að það var búið að sjá fyrir endan á því að þú myndir fara frá. Já, það var mjög algengt til dæmis í menningarmálanefndinni sko, mjög algengt að vera veittir styrkir. Bara daginn eftir að styrkirnir voru komnir í fundargerðina, þá kom fólk og voru að herja þetta út úr signingu sko. Og fóru en svo var alltaf gang á því hvort verkefni voru vinnin sko. En svo það eru komna styrkjareglur sem kveða á þetta, sem fylgjast eftir og skila greinargerð og reyna þá að stemma stigu því að fólk bara stingja með styrkinu og gera ekki neitt. Þið sjáu, þeir ekki hérna bókandi verið með núna greinargerð. Jú. Það er sem heldur utan í sjóðu.
hann bankar í fólk með ákveðnum millibili og þarna hefur skilað sér í góðu stabli. Já, Þannig að vitum við það. Svo kom þarna fundardagatalið fram að áramótum. Ég er búin að biðja að við fáum svo næsta fundi fyrir vorunina. Ágætt að geta sett inn í nýja dagbók strax. Ég sá þetta var allt klárt, þetta stangast ekki á við neitt. Þetta ekki neitt annar í báskum eða neitt. Núna við þurfum bara að skoða á voruninni. Annar í hvítusunni og eitthvað svo sem getur dottið inn á mánudag. Þá eigum við eftir að fara yfir þessar greinargerðir og svo einhver mál sem falla undir málefni hverfisins. Það ekki fundur lokað? Nei. Getum við bara haldið áfram á þetta? Sem sagt, greinargerðirnar, við opnum þann lið. Samkvæmt því sem okkur var uppálagt. En við erum ekki að varpa upp greinargerðum. Það eru svona persónugreinlega upplýsingar. En þið getið gert bara yfir það bara munnlega og gert athugasemdir fyrir. Ég sá enga athugasemd að það skýra til Fjölnis. Gátteilt og skýðat. Má láta sér dreyma. Sá ekkert. Við erum með skíðabrekkur. Það var sagt skíða í bæinn á. Síðan þarna frjáls íþróttadeildin með vormótið. Þá bara þarf einhvern veginn að banka í bakið á viðkomandi. Það er engin undirskrift og þeir tala styrk úr hverfisráði. Gamalt orð, bara komaði inn í orðið íbúarráð. Þannig það sé rétt. Og sama með Fjölnishlaupið. Þannig þetta er bara sérlega sama aðili sem fyllir þetta út. Ég veit ekki hvernig það þekkir ekki. Í þarna leiksýningin í Rúm og tíma. Ég get lesa á þetta og þess að það heldur ekki tónleikahald Korpúla. Þetta er frábært. Svo kom þarna styrkirnir úr borgin okkar. Ég sá þarna, það var áramót Fjölnis. Það var líka þarna frjáls íþróttadeildin. Það er óklárað. Tekjur ekki tilgreindar. Já, það er kannski það sem þú talar um að þið var. Það fellur bara út þarna skjal. Ég er búin að vekja athygli á. Þannig að við kannski reiknaði með að þið verið bara fresta þessum liði að fá þetta full. Já, sem ekki til með öllum skjölum. Ég vissi þetta líka. Er þetta frjálsíþróttadeildin? Já. Kannski það vantaði alveg. Já, það vantaði bara aftan á greinargerðum. Það hefur bara einhvern veginn fallið á milli eða dottið út þegar við sendum. Svo var þarna þetta síðasta fjölgun sjálfboðaliða í baklandi knattspyrnudeildar og eitthvað sem ég vil bara við þetta mál segja, þetta var, ég fór að skoða þarna því það sem fylgdi með, gott og þarft, og sorglegt finnst mér að þurfa að vera með svona verkefni. Það sé ekki nóg margir sem gefur kost á sér til sjálfboðastarfa í íþróttafélaginu í hverfinu, það þurfi bara einhvern sérstakt átak. En ég vona, eins og kom fram í þessari greinargerð við lásu þetta, að þetta skilaði árangri að þessu svo spurning elstaði yfir á næsta. Var þá aftur svona átak. Vonandi helstað. Það er einhvern veginn að vera öflugra en svona þá fyrir átök til að fá fólk. Svona sjálfboðlega starf. Hvað segir þið þetta? Þetta fjölbreytt verkefni. Já. Innan hverfis. Ungir og aldnir. Þessi verkefni Fjölnis hafa fram að þessu og bara alltaf gengið vel og verið til fyrirmyndar. Þannig að þau laga örugglega þetta sem að við erum búin að gera athugasemd við þessa greinargerðir. En þetta eru viðburðir sem að snerta marga foreldra.
aðstandendur. Klukkarmarka. Já, klukkarmarka, sko, þannig að þetta er bara mjög gott fyrir hverfið. Já, þetta er mjög gott. Já. Eitthvað þú þetta að segja meira? Var það ekki Eyðublaðið hérna í síðustu greiningarefni? Í lið 15 var það ekki. Starfsmaðurinn hefur tekið bara Já, það vantaði bara aftan á. stóra miklu skýrslu vantarlega gilda. Ef að þið viljið óska eftir að Eyðublaðið komið einnig, þá bara gerir ég það. Það var ágætt. Þetta er samræmis, það sé bara. Sjátt eins. Því maður hafði á sínu staði í gognunum sínum. Málefni hverfisins annað og þá lokum við. Nei. Ekki heldur. Nei. Það var ekki að loka. Nei. Já, ég fólk voru að það verið bara með það. Ekki nema þú. Það var að segja leyndó. Þú getur lagt það til við fundina að þetta verður lokað? Nei, þakka ekki alveg. Það var bara fyrsta sem að ég er með. Þið eru kannski svo líka með eitthvað þarna undir, sko. Þú varst nú eiginlega búin að stegja mér í sambandi við foreldraþorpið. Ég vil sko eindregið að þetta verði gert hér Grái. Já, þið bara sáðu í fjölmiðlum og það var foreldraþing eða málþing í Víkisheimilinu í bústaðarhverfi í síðustu viku. Já, korrekt. Og við stefnum á að taka svipað þing núna síðustu helgina í nóvember, þar sem við ætlum að fá lögregluna og svona lykiltölur, upplýsingar til þess að fara yfir málið með foreldrum. Við erum bara að byrja þessa vinnu og já, þannig endilega takið frá þessa tímasetninga þegar hún kemur og þetta verður mjög flott að fá íbúasamtökin og foreldrafélögin í samráð. Það er svona ádögun. Annað sem ég langar að segja við ykkur er Hrafnundabrennan. Það er svona skipulagsbreytingar, en það er breytingar. Núna er sem sagt og skipta brúnni upp, þetta er ekki Fjögunisbær sem þetta á útvíðstarmiðstöðin hérna. Hún heyrir ekki lengur undir útvíðstarmiðstöðina hér. Þannig að við sem erum búin að vera skipuleggja Hrafnundabrenna höfum eftir aðgang að þeim starfsfólki sem eru þar. Þetta hefur allt svona áhrif og eins og staðan í dag að þá getum við sjá ekki fyrir því að geta verið með Hrafnundabrennu í öllu óbreyttu næsta ár. Og nema við fáum einhver aðra og sem það verður þá íbúasamtökin með þá einhvern fjölda messi til að hjálpa okkur með gæslu og vinnu og þess og það. Þannig að, já. Það var skátarnir komið að þessu? Nei. Nú spyr ég bara eins og Pálur út og Hól, hvað var verið að taka þetta? Þetta er bara heyrir undir ITR. Já, en það er mannanna verk og það er að laga þetta til þannig að þetta virki, sko. Nei, þá er þetta í raun og veru, þetta er orðið þá bara öll hverfin og það var bara, jafnt á öll hverfi varðandi Hrafnundabrennur og sóon, sko. Þannig að þeir eru ekki með, við erum í raun og veru bara eina hverfi á Vesturbærin sem standa úti með Hrafnundabrennur. Þetta er fyrirmyndar. Og þannig að þetta er svona þannig dæmi. Þannig að ég sjálfur get ekki einn borið brennu uppi, sko. Þetta er náttúrulega bara miklu stærra og það þarf bara miklu meiri gæslu og vinnu í kringum þetta. Og fyrir utan að þessu apparati, þetta er haldbar styrki og við höfum alltaf fengið styrk frá hverfaráði til að keyra þetta og með því að missa hitt út úr jöfnunni þá bara er þetta starffræðidæmi sem gengur ekki upp nema að maður myndi fá eitthvað fyrirtæki og einhver aðra messir í liði til að keyra þetta. Er þetta ekki eitthvað sem við höfum bara að láta snúa tilbaka? Þetta er bara ekki í standi, svona. Þetta getur ekki verið borginni ofirna. Það sem maður getur kannski óskað eftir er að þeir sem halda utan áramótabrennunar og svo þeir geta tekið við brennunni. Ég er nú bara með tillögu að bókun. Við bara óskum eftir að áramótabrenn, 13. verður með sama sniði og af sömu hvernig var orðað það? Og sjá áramótabrennuna. Já, eða bara eins og var í fyrra, bara sömu aðilum og séð það var 13. brennu. Þetta er aðferðarlega sem til og sama fólki, sömu stofnunum. Við óskum brettir í að það sé óbreytt staða
Þrettándabrennur eins og verið hefur. Já, Já, ég meina, Þú ert búin að reyna það. Já. Það er bara að hafa á höfnum. já, nú reynum við það. Af hverju var þessu breytt? Er fjárveitingin alveg felld niður bara? Það hefur aldrei fyllt 13. brennur fjármagn, bara svo það sé sagt. Þetta er alltaf háð styrkjum. Og af því að útivistarmiðstöðin var svona apparat sem var hér, þá gat maður haft aðgang að þeim. Hún er ekki hér lengur. Þannig Bara undir Reykjavíkurborg. Nú er þetta miðlægur hattur. Þau geta náttúrulega aldrei, ef öll hverju myndi fara á staðan með 13 brennur, þá geta þau ekki þjónustur allt. Þannig að við þurfum að fá einhvern annan anga sem tæki þá þennan bolta. Veistu hvernig Vesturbæinn þetta Það gerir? væri svindl að fá þau í Vesturbæinn gerði, nei, það er þarna foreldrafélög skóla. En það stefnir í að sú brenna sig líka þetta við fyrir bara út af áhugaleysi foreldra. Eða þú veist, get ekki sagt foreldra, það er bara áhugaleysi. Það er ekki nógu mikil kraftur og verkefnið er ekki með pening sem er náttúrulega undirstað. Það kostar mörg 100.000 krónur að vera með 13 brennur og sem þú brennur brennuna og ekki með neinu skemmtiatriði eða fær skemmtiatriði ofan. Það þarf marga sjálfboðanir. Við erum eins og. Við vorum með 4.000 manns í fyrra. Þannig að við þurfum að hafa dágæðan fjölda til þess að geta dekkað bara svæðið og hann bara yfir að gerist. Hvað voru margir í fyrra? Lægjós, Kívanes, og svona félög hverjum. Við vorum með eitthvað 20. En áramóta, Þá vorum við með, við fengum björgunarsveitina sem sá gestur. Já. en áramótabrennar, er þær óbreyttar eða? Áramótabrennar er annað koncept, já. Það er aðrir sem sjá þetta. Þær verða áfram eða hvað? Já, ég veit það. Ég heyrði bara að tala að það ætti að banna þetta út af loftslagsmálum, en svo, sem sagt, og svo var eitthvað að tala en kannski var erfitt að banna þetta en kannski með því að fella niður fjárveitingar eitthvað slíkt eða vinnuna þá var hægt kannski að. En það er ekki verið að fella neitt niður þetta er í raun og veru bara. Jú, það er bara annað orðið við það. En náttúrulega grundvöldunum sá að borgarstarfsmenn úr Hverfisbergistöðunum held ég eru kannski byrjaðir fyrir jól að sanka að sér brennanlegu dóti. Er ekki, það er svolítið svona. Er ekki bara einn borgarbrenna á Gamlárskvöld? Nei, það eru held ég alveg 6-7 brennur á Reykjavíkursvæðinu. Já, það þeim hefur fækkað en það máttu kannski alveg fækka þeim. Það eru í Vesturbænum, Árbænum, hérna niður í Guðsnesi, hérna í Grafarvoginum. Held að sé ein yfir dagtíma upp í Grafarholti og er ekki eini lítur að vera og ekki alveg fara með. Þeim hefur fækkað, það voru alveg ótrúlega margar einu sinni en svo var ákvæðið að fækka þeim og það var bara myndalegri. En nú er það bara þannig að múið má ekki sjá þetta fyrir Grafarvog. Já. Af því að til er að borginni. Já, og þá væri það svindl. Þetta er miðlægt konsept. Þannig að það get ekki. Þannig að við þurfum að fá. Það þarf náttúrulega að fá peningi. Það er lykillinn. Til þess að vera með brennuna og þarf fjármagn og svo þarf mannafla þarf ofan. Það er náttúrulega til þess að gera þetta alveg svo íbúasamtökin í Grafarholti héldu brennur í nokkur ár og þar voru bara samtökin sjálfsögstóða af þessu og fengu styrkju hversu. En brennan okkar er náttúrulega stór þannig að það er annað konsept. Þetta er mörg þúsund manns. Já. Þannig að íbúar á Grafarvog, skorar og borgar yfir völd að 13. brenna og tengda hátíðahöld verði haldin í hverfinu áfram með samskonar sniði og með sömu aðferðafræði verið hefur undanfarna áratugi. Stutt og einfalt. Hvað segir það? Eins og það bara ekki varpað yfir okkur. Við getum haldið þetta. Ekki með sama sniði. Nei, ég sé bara ekki að því að sama aðferðafræði verður notuð áfram. Þetta er búið að takast vel undanfarin ár. Þúsundir manna sem koma, mikil athygli. Af hverju Ég myndi varpa þessi yfir á hverfið okkur íbúanum. Það er einhver annar að sjá þetta. Nei, ekkert endilega. Það er bara ef einhver ákvað að hætta að einhver segja þetta, þá getur sá hinn sami snúið við og ákvað að sá hinn sami haldi áfram að halda þetta. Þetta er bara svona nettur útúrsnúningur af hálfu borgarinnar. Nei, ekki með þessu starfstöð hér hefur breytt úr því að tilheyra Grafarvogi yfir því að tilheyra allir Reykjavík. Já, hún er hér eftir mánuð. Já. Starfsfólkið er hér. Að einhverjum hlut. Það sem er til þess að við náum undan, þá þurfum við að fá fólki í hverfinu með. Það er raun og veru bara breytan. Við þurfum að fá annan hóp til að koma og hjálpa okkur að manna póstana, þá hjálpa okkur að vera með viðburðinn. Það eru þá félög,
íbúasamtökin og þú veist, og það svo on. Við erum náttúrulega með 3 íbúasamtök í hverfinu sem gæti komið að þessu. Þannig að þú veist, við erum með skáta, við erum með íþróttafélag. Það þarf bara aðrir hangar þá að taka þetta keppni sem hinir skilja eftir. Þú segir þetta 20, þannig að þið þyrftum alveg klárlega 30 sem að væru tilbúinir í það, því að vera einhverju fórföllum. Já, það verður viðbúin fórföllum og hérna þá gætum við að fengi skát með björgunarsveitin eitthvað með okkur eins og þeir hafa gett hingað til. En veistu þig, sko, þetta er budgeting mál. Þetta hefur ekki verið budgeting fyrir þessu í fjárhagsáætlun ársins. Þetta keypt á styrkjum og það það sem heldur sig uppi, þú veist. Það þarf þá líka að við þurfum þá sækjum í hverfasjóð, við þurfum sækjum styrk til þess að geta mannað þetta og til þess að því að ef við gerum það ekki þá þetta bara fallið sjálft sig. Svo við höfum styrkt þetta? Já. Ég segi það. Það er fyrir grunnkostnaði starfsmanna. Það er meiri styrk núna, sko. Styrkurinn styrkir bara í raun og veru einn anga, hann styrkir ekkert. Hvað styrkir? Það er bara að brenna sjálf olían og eitthvað? Nei, hann styrkir skemmtikraftinn, sviðið, hljóðkerfið. Við höfum verið að fá 300.000 kall sem hefur dekkað það. Ef við ætlum að... En mátt þú vinna að þessu? Ég er náttúrulega næst í félagsstöð hverfisins, þannig að já, ég get alltaf vunnið að þessu. Ég get hjálpað allt saman, en ég get ekki borið þetta einn. En er ekki gáfulegt reglar áður en að þetta kannski sett einhvern veginn, þetta er eiginlega ekki orðið hægt, að kippa út þessum aðilum sem þú ert að nefna, senda bréf, nú erum státt á þessum stað, forsendur hafa breyst, nú þurfum við að leita til fólksins í hverfinu, það er allir ánægðir með þessa brennu. Þetta er eins og alltaf, allir ánægðir með hana, en ég ætla ekki að koma nátt í að skipuleggja að gera neitt. Sko, ef við erum með foreldrafélög, íbúasamtök, það er Lionsklúbbar hérna kallar, íbúasamtök hérna í hverfinu, er ekki Kívanis, þú veist þetta. Jú, ég er þessu saman, ég held að það er það sem við þurfum að gera. Hérna þurfum við svolítið bara, að því ef við skoðum bara uppruna 13. brennunar, þá er náttúrulega Elisabeth svolítið algjörlega. Íbúasamtökin koma mjög sterkt inn í 13. brennuna þegar hún er að fá stað og léku álfa og huldufólk og allt það, sko. Þannig að ég held við þurfum bara að fara að horfa tilbaka og svolítið sjá okkur hvernig ætlum við að gera það. Við þurfum líka svolítið að horfa bara taka samtölu bara hvernig viljum við hafa brennuna. Viljum við hafa bara brennu þar sem við erum með krakka sem syngja þess áttar eða viljum við hafa þetta stærra eins og við erum búin að hafa undanfarin ár. Við þurfum svolítið bara, en við þurfum hennar rýmihóp. Við þurfum að fá, ég þarf að fá sem ekki hitta og kalla til einhverja foreldrafélög hverfinu og segja bara hei, hver eru til ég að koma í þetta verkefni? Það er bara, sko, við setjum bara að vera einn naglinn enn í þá tilneyingar liggjistu að taka alla starfsemi úr hverfunum. 17. júní er horfin á hverfinu, grafarstaðurinn er horfin, nú á að taka þetta í burtu og sko, mér finnst þetta, sko, ok, það verður einhver breyting, en það þarf að huga því sem að gerist út af breytingunni. Það þarf þá að koma myndarlegt fjármagn á móti, þannig að þeir sem að hafa staðið að þessari brennu geti gert það með myndarlegum hætti, að því að þetta er viðburður sem er til sóma. Þetta er ekki eitthvað skríslæti og Palestínufána öskurapar sem trufla með sér lögreglu í útkalli, sko. Þetta er bara fyrirmyndar samkoma sem að þúsundir manna koma að. Ég er svolítið bara, ég er svolítið meðveginn út af þessu. Sjálf? Já, ég bara sjálf. Þú veist, ég er alveg sammála. Þræðindabrennunni Gráhraunum er eitt af því sem er náttúrulega stórt viðburður. Já. En mér finnst einhvern veginn, þú veist, svo við björgum þessu eða förum í eitthvað átt með þetta, þá þurfum við að fá innviði hverfisins. Við þurfum að fá hann til að hjálpa okkur með að bera þetta upp. Já, því að rótin er samt alltaf hans, sko. 13. brennan verður aldrei neitt stærra og meira identity nema við förum að vinna líka bara í þá átt, sko. Það þarf líka að fara í þá. Alveg svo 13. brennuna hérna í Vesturbænum versus 13. brennuna hér, þetta eru 2 ólíka brennur. Önnur er fyrir það sem eru bara krakkasöngur og skrúðganga út í brennuna og svo bara er hún búin, meðan okkar er miklu meira sjó sem hefur vaxið. Þú veist, við höfum síðustu 3 ár hefur við vaxið rosalega mikið, við erum búin að fá fullt af unglinga hljómsveitum úr hverfinu til að spila og þetta er orðið svona risastór viðburður en við þurfum svona, þú veist, og af því þetta er risastór viðburður þá er þetta náttúrulega miklu kostnaðarsamari viðburður. Þannig að við þurfum líka að skoða það. En ég held að, bara eins og Fanny sagði, ég held að við þurfum að taka samtal og við þurfum bara að sjá hvernig við getum. Tekur þú þennan bolta að búa
listu þessi félagasamtök sem hægt er að leita til og semja einhvers konar bréf og óska eftir því að þeir skoði og þeir tök á að leggja þessu málefni lið. 10 Lions kallar kæmu og... Það fjármagn eða það bara mannskap? Það líka, hvað vantar mikið upp og þó segjum að við gerum ráð fyrir ráðum styrk frá hverfis krónum. Það ekki bara eftir hvað það á að gera? Það í raun og líka bara eftir konseptinu, bara í hvað átt ætlum að fara með þetta breyfing. Ég held að, við höfum ekki hvaða hendur. Ég held að ég og Árni getum talað saman, séð kannski í ykkur 8 sem viljum fara með þetta og svo myndum við vinna út frá því. Svo líka koma einhverjar breytingar, ef það kemur eitthvað nýtt fólk á borðinu og dettur fólki eitthvað nýtt í hug. Já, þú veist, við getum líka alltaf, ef við sækjum einhverja X í Hverfasjóð, við getum alltaf sótt í fyrirtækin í Hverfunni. Þeir hafa... Sáum 17. júní sem ég kom hérna, þá var verið að selja anti-floss og það var að selja þetta og þetta og þetta. Alveg stanslaust draumur af fólki að kaupa. En það var ekkert svoleiðis hér á 15. breyfing. Það er möguleiki. Saman ber 17. júní. Þannig að ég held einhvern veginn, þegar maður þarf að fara að hugsa upp á nýtt, til dæmis íbúasamtökin, sérðu það að þau séu það öfluga fólki að þau getur lagt lið? Sko stjórnin náttúrulega bara 5 manns sem í sjálfboðinu, sko. Já. Þannig að, en ég segi bara, sko, borgin hefur kostað þetta undanfarin ár og ég sé ekki okkur það ætti að hætta. Hvað peningur að hverfa? Já. Hvað peningur fysiskt að hverfa? Annað heldur styrkurinn sem við hafum sótt hérna. Mannaflinn að hverfa. Já, þú erum að meina laun fólksins sem að nú erum við aftur á móti að tala um að fólk vinni til sjálfboðinu. Það þarf ekki þann pening og þú tekur þetta við sjálfboðinu. Nei, það er náttúrulega nokkuð ljóst að það þarf að vera opin aðstæðan í Guðunisbæ, sko. Já, og þú veist... Með blöðunni? Já. Á það. Ég held að við ættum að, það er aðeinslega að vinna. Ég býð með allan að frá sig sjálfboðina, en sjálfboðamann í þessu, en er ekki, við getum alltaf fengið alla stuðning frá eins og bara vestin fyrir þá sem er í eftir. Já. Og allt það fyrir 30 manns. Já. Allt slíkt, en við þurfum bara að keyra þetta sjálf. Já. Við þurfum að keyra þetta mann að sjálfboðaliðum eins og út að segja. Og svo að reyna að fá einhvern auka fyrir til þess að geta gert það stærra í aftur. Þetta er náttúrulega, ég held að ég segja þetta frekar einmitt að vera með marga sjálfboðaliða heldur en færri, af því það er náttúrulega skiptir máli að vera sýnilegri en það síður. Þetta er stýrihóp þegar þú finnur viðbrögð í bréfi og strax. En þú veist, það þarf að vera svolítið stór hópur sem getur tekið utan þetta verkefni. Því þetta er stórt verkefni, þetta er mikil vinna á stuttum tíma, sko. Auglýsingar og svona ýmislegt. Þannig að, og þú veist, við eigum alveg grunninn. En þú veist, en við erum ekki með sama, þú veist... Aðgengi mannskap. Já. Eins og það. Já. Þú veist, og það þarf að sækja leyfi, það þarf að sækja fullt af hlutum og þetta er eins og segja, þetta er líka bara dýrt. Og það er líka, þú veist, það má líka varpa umræðinni bara 13. brenna per se, sko. Þú veist, er það bara sinns tíma, er það eitthvað, þú veist, þannig, þetta er líka bara það. En þú veist, þetta er allavega, þú veist, ég er allavega með þetta verkefni á þeim krossgótum að þetta er svolítið bara núna að til þess að við getum gert þetta, þá þarf ég að fá. Já, ég skil það mjög vel, en ég bara rétt svo fyrir mér að því mér finnst, sko, ef ég mann rétt, það var ekkert 17. júnidæmi í Hverfunni hérna síðast núna. Það var engin grafástafur. Hátu höfðu sömudagi fyrst eru löngu liðin tíð. Og það er orðið ekkert eftir í Hverfunum. Ármótabrennan en 13. brennan hefur alltaf verið miklu meiri hátíð einhvern veginn, sko. Þannig ég er svona veltið fyrir mér, sko, er þetta óljós eða óupplýst stefna eða ókynnt stefna borgaryfirvalda að éta allt svona í burt úr Hverfunum? Alls ekki. Ég held þetta sé líka bara partur af því að við sem samfélag erum ekki búin að standa okkur nógu vel í því að efla auðinn sem er í Hverfunum. Ég held að við þurfum að, og það er partur af því sem er foreldraþingi sem við ætlum að gera, er svolítið að reyna að vekja fólki það, þú veist, Hverfin eru svolítið kjarninn. Við þurfum að vera styrkt. Það er alveg svo bara með foreldrarnir. Og þegar ég var í félagsmiðstöð hérna í nokkrum árum síðan, sem ég orðið að en mörgum árum síðan, þá voru foreldrar í öllum hverfum í Gráu. Algjörlega. Og þú veist, við vorum með virka foreldrar sem röltu hverfið og sýnilega ekki mikill.
sem ekki lengur, það ekki foreldrar í að ég held neinu hverfi borgar. Og líka, þú veist, það alveg misskilningur bara foreldraraldi ekki bara einhver gæsla. Þetta líka bara sýning. Þetta bara sýna að okkur allum okkar næðum. Við höfum líka góðu samstarf við hverfalögnuna sem horfin líka. En það líka, þú veist, auðvitað þau samskiptum við, hvað heitir þetta? Samfélagsslökunum. Ég held að þetta einmitt slær á kvíða. Það sé meiri einstaklega meiri þáttaka. Klárlega. Og ég held að þetta sé bara hluti af vandamálinu sem við erum að upplifa. Það einhvern veginn meiri rótleysi. Þannig að það einhvern veginn. Þú veist, ég held að við þurfum bara að styrkja innviðina því að Grafavörðurinn ótrúlega flott hverfi. Það býr ótrúlega mikið í þessu hverfi. Við þurfum bara einhvern veginn að virkja það aftur. Og þá þurfum við svolítið að fá krappinu með því. Og það eins og ég segja saman með þegar Elísabet var á sínu tíma. Þú veist, Drefnabrennan var ekkert minni þá en í dag. Og hún hafi verið allt öðruvísi. Já, það voru samt skemmtiatriði og annars tónlistatriði. Ég segi bara hún var öðruvísi. Já, ég samt í eðli sínu ekkert mikið öðruvísi. Drefnabrennan náttúrulega bara textu eftir gamlarskvöld. 7. janúar. Ég segi það. 7. janúar. Sænsbjörn. Ég kann það eitthvað. En hvað lendur hún? Þú sé á mánudegi. Mánudegi núna. Já. Þannig að Fyrsta mánudegi. já, gamlarskvöld svolítið þá á þriðjudegi. Þetta þínum höndum, þú veist, komið hérna með aðstoða okkur. Árni. Bara sækjum við skulum dansa og við veist bara ætlumst til þess að fá myndarlega styrk. Hvað þarfum við mikið? Milljón? Og svo haltu nýjastan. Nei, það ekkert mikið peningur svona mörg þúsund manna skemmtun. Það fyrir bara eftir hvað þú ætlar að bjóða upp á. Hvað er búið að eyða í rannsóknir á Hvassahraunflugvelli sem aldrei verður? Það nú alltaf Síðasta skýrslan sem enn verið að vinna er búið að kosta tæpa 200 milljónir. Það var. Það verður að byggja minnsta gatnamót fyrir Hvassahraunflugvöll sem aldrei kemur fyrir 500 milljónir. Við getum kannan náttúrulega með þessi ég er á til í að kanna með bara fyrirtækinni í hverfinu sem að segja störnum. Já, og safna svolítið styrkjum frá þeim og gera það bara sjálf. Já, en ég hef borginni verð ekkert að leggja milljón í þetta. Ég bara ekki neitt, því það er ekkert orðið eftir í hverfinu. Ég bara borginni hef ekki neitt. Varpa einhverjum á báli, þá eru auðvitað að setja styrkjum. Grómasell. Hvað ég gef með dönskum stráum? Jæja, þá ætlum við að halda áfram. Nú ertu í góðum höndum hér. Þið munið að ég sendi bréf til Dóru Bjartar sem var að forma Strætó. Hún svaraði bréfinu og bara meðtók það sem það stóð. En bað mig að senda bréfið til allra í stjórninni. Því að þetta væri mál sem þurfti allir að vita og ég gerði það. Ég sendi þetta til framkvæmdastjóra og óskaði eftir því að það bærist stjórn. Síðan er það minnisblað frá henni Alexandru út af því ég kom að inn á meirihlutafundinn sem ég sagði ykkur frá síðast. Það bætti öryggismyndavélarnar. Það var heilmikið rætt og henni var úthlutað í verkefni að svara og hún gerði það samviskusamlega. Hér er svarið. Ég get líka sent ykkur að þið hafið það. Eða það verð kannski bara inn á okkur. Þetta er athyglisvert. Þetta er svona almennt þarna fyrst í svarinu. Bara stefnu borgarinnar almennt í samstarfi við lögreglu og ég tek eftir því að það stendur yfir ykkur endurskoðun með lögreglu hvað þetta varðar. Gott mál. Svo kemur þarna því það óheppilegt. Ég var alveg að segja það. Já. Ég hef bara ekki séð annað eins frá kjörnum fulltrúa. Þannig að þetta er bara svona og saman Dóra Björn sagði það svo fundi. Þetta hefði aldrei átt að fara í gegn.
á sínu tíma. Get svo sem ekki eins og það er ekki að gera neitt annað en að biðjast bara afsökunar á því. Enda ef það kemur svona vel þá færi það eins og öðru sveitarfélögum fyrst og fremst á svona út á aðalgötur miðsvæðis og svona einhverjar. En ekki inn í hverfum. Þetta er opinbert plagg. Þetta? Já. Máttu senda þetta á. Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem þú fækst sent frá henni. Ég fekk sent frá henni sem svar. Já, og þetta er núna í... Og hún svaraði því að það mætti að vera. Já, það mætti vallfæða þessu. Já. Já, það var náttúrulega lagt fram á fundirum. Þetta er ekki lagt fram í þeim skilningi, þetta er náttúrulega bara einhver samskipt sem formaður á hérna. Henni var falið að búa til svarið, einhvers konar minnisblað við okkar bréfi. Ég óska eftir því að þetta verður lagt fram sem fundagagn. Ég kann ekki svarið að ég kann ekki hvort að hvernig maður fer að því, annað en bara svona. Þetta fylgir bara þessu svari. Já, er þetta ekki alveg hlutafundur? Þetta máli er náttúrulega ekki að dagskrá og þetta er bara, ef þú lýsir málavöxtum þá berð þú með þetta inn í fund hjá meirihlutanum, ekki satt? Þetta er svar. Óskar eftir upplýsingum. Þetta var sett á dagskrá og hún óskaði eftir umsögn. Þetta er svarið. Já, þetta er svarið. Þannig þetta er svar við svar við okkar formlega bréfi. Já, yfirleitt er lítið svo að skoða þeim gögnum sem er varpað bara tjald. Bara formlega. Að það sé þar með lagt fram á fundinum og þá eru glæftilega að setja það á Já, getið þið vísað í það þegar það var ákveðið á vettvangi ráðsins að formaður ætti að... Já, það er ugglaust í fundaboði. Það sé ekki fyrir svona, það var á mars, apríl, líklega. Og þá marg ítrekað því að þetta... Við vorum búin að senda borgarlögmanni. Þetta var á hverfið mitt 2018. Já, ég veit náttúrulega... 6 ár síðan. Við þekkjum það alveg að við höfum fengið margoft svörin og sömu svörin. Já. En mér finnst þetta svar með þeim hætti að ég vil gjarnan hafa þetta sem fundagagn. En svo með við að bíða, það var skemmtilegt að segja frá því að á einum útgangi hverfisins að þá allavega komin myndavél frá Vegagerðinni. Já. Já, ég veit hvað hún er. Já, og ekki bara á einu stað, allavega á einum útgangi. En hún er ekki semst í lifandi streymi, en hún er í svona myndastreymi, það er eitthvað svona á einhverjum mínútum fresti kemur mynd. Já, en í mynd á mínútu eitthvað þannig. Já. Myndavélar frá Vegagerðinni að úrvinnslu alvarlegs sakamáls núna fyrir fáum mánuði síðan. Er ekki 3. júní bara? Já, Norðfjarðarmálið. Já. En mér finnst ekkert ólíklegt að Vegagerðin sé að taka þetta í streymi til sín en birta eina mynd í. Ég veit það ekki. Er þetta ekki samskonar myndavélar að maður getur kíkt á bara yfir Hellisheiði? Jú. Það sé bara hvernig færði þess. Það er algjörlega bráðnauðsynlegt. Ég nota þetta oft þegar ég er að fara eitthvað. Og kíkja á hver staðan er. Já. Hvað notar þetta í öðru tilgangi? Það er njósnu fólk. Ég ætla aðeins að gæta orða minna en ég vil slappa á þá get ég sagt okkur eitt og annað. Ætlum að geta séð númerinn en alla? Nei, ég prófaði að gera það. Þetta er út alla borg, sko, frá Vegagerðinni. Já. En það uppskriftin er ekki það góð. Nei. Og það er ekki svona eins og einar eftirlitsmyndavélar sem eru sérstakar númermyndavélar, sko. Já, það er taka og skannaði númerið og fara svo í processing, sko. Já. Þetta er svo sem síðasta sem gerist ef í fundegi ráðsins, þarna er bara bókun. Það sem þeir eru ánægð með tilefni formanns að fylgst á viðeigandi aðila. Já. Var þetta núna í mars eða? Þetta var í júní. Þetta var í júnifundinum, já. Fundur 50. Já.
Og svo fórum við, svo var þetta sent. Fyrst var þetta, vorum við að hugsa þetta til bara oddvita, en svo stóðum við til boða að koma inn á meirihlutafundi, þar sem allir bara fulltrúar meirihlutans voru allir, ekki bara oddvitar. Og þar var þetta mál rætt og til svara var hún Dóra, sem formaður umhverfis og skipulags. Og Alexandra kom þar, var þetta líka í því máli og henni var falið að búa til þetta svar við okkar formlega bréfi. Þetta er náttúrulega, það hefur ekkert formlegt bréf verið ákveðið samtækslegt bréf á vettvang íbúaráðsins, ekki á fundi, ekki sem mér er kunnugt í það minnsta. var ekki þriðja, Formanni ráðsins var falið af ráðinu að senda bréf og kanna með stöðuna á þessu máli. Þannig þá er það formlegt bréf. Og svarið er formlegt og hefur verið kynnt á fundi ráðsins, þannig að ég óskaði henni eftir að þetta skal verði sent. Ef við getum fundið þá samþykkt, þá bara... Gögnum. Hvenær við báðum hann að fara í þetta? Það var í sambandi við þessa umræðu sem með mynda hefði verið í mars-apríl, hefði verið í júní. Það er ekki í júní fundi. Það bókið bara... Þá var bréfin örugglega varpað upp. Ég get ekki fundið þetta. Með mynda hefði verið fyrir hvert mars, ég man það í bandi ekki alveg nákvæmlega. János að fundargerðin. Ég er ekki viss að þessu bréf hafi verið varpað upp, en þér var falið að senda... Ég geta sendt ykkur það í Facebook á hópinn. Já. En þetta svar hlýtur að teljast opinber gagna því að það er búið að senda það á fundin. Þetta er náttúrulega samt bara tölvupóssamskipti við formann, sko. Já. En þetta er svar við marg ítrekari fyrirspurn stöðu þessa máls. Og okkar umbjóðendur sem eru íbúar í hverfinu eiga rétt á að geta kynnt sér svör borgarinnar og stöðu þessa máls. Annað er ekki opið og gagsett. Já, þetta er það komið inn á upptöku fundarins. Já. Ekki svo að þetta sé ekki... Hérna erum við með svar við formlegri fyrirspurn ykkar. Dagsett 7. febrúar. Það er það sem kom frá borgarlögmanni. Já. Þetta var frá borgarritara. Já, borgarritara segir. Í framhald af því, þá var mér falið að kanna hvernig þetta væri í sveitarfélögunum í kring og kanna þetta Já, það var lögreglunni. Minni mitt var í lagi. Og í framhald af því, þá sem ég þetta bréf dreifið til allir í ráðinu og fyrst eins og ég segi var þetta stíla á oddvita en af því maður búið að tala allar meginhlutanum og kynna það fyrir öllum, þá var það gert. Já, sko, bara svona þannig við höldum leiðilegum formlegum hlutum á lofti, þá myndi ég frekar þá kjósa að ég myndi þá ráðfæra með mína yfirbúðara hvernig skuli haldið á þessi áður við fyrir að birta sko tölvupósta í fundargerð sem kannski sem viðkomandi við fengum vissulega leyfi frá henni til að birta þetta svar og varpa því upp á fundinum en kannski hvernig á að halda því formlega að það ræti í fundargerð. Þetta var náttúrulega ekki að dagskrá fundarins. Og það hefur ekki verið fært í neina fundargerð að formanni hafi verið falið með formlegum hætti að afla upplýsinga að frekari svara máli. En ef við bara óskum núna eftir því að svar viðkomandi manneskju við erindi formannsráðsins þetta mál í framhaldi af fyrirspurn frá 47. fundi verði fært til bókar sem fundargagn. Ef við bara óskum með því núna, hér með. Já, þú bara kannar þetta, það tekur ekki langa stund. En hún svarar því þegar þú spyr. Já.
að svara og mjög endilega. Skráum það í fundargerð núna að það sé óskað eftir að þetta svar við fyrirspurn sem á eftir að rekja til 47. fundar, þú varst með liðin, við getum vísað í liðin, að það sé fært í bókar. Svar Alexander Brím við óskattir að það væri sett í fundargerð. Já, og náttúrulega ef þetta er enga tölvupósti til formannsins þá er það náttúrulega svolítið það segja, en ef það er svarið erindi sem ráður kom með þá er það sjálfstæð ekki að hans í fundargang. Það er alveg hárrétt, ef var að ræða eitthvað formlegan tölvupóst við formlegu erindi ráðsins þá væri það engin vafi á því, en það er hins vegar ekkert í fundargerðum ráðsins frá því hvernig var þessi fundur í mars sem bendir til þess. Nei, þess vegna óska ég eftir að við færum í fundargerð núna að ráðið óski eftir að viðkomandi svar verði birt sem fundargerð. Af því það er svo sannarlega málefni ráðsins sem verið að svara fyrir. Og því var varpað upp á skjáin sem í útsendingu, ekki? Já. Og hún gaf leyfi fyrir því. Já, hún fer á YouTube. Já, þetta er orðið. Ég hélt að ég myndi fá svarið svona í formlegu bréfi. Já, það sem við hengi. En svo ekki alltaf því fyrir mig. Og fundið upptökun eftir á, þetta er alveg einslega komið. Já. Síðan er ég með lengra verið hattu. Það var þessi Þetta brota Nei, þetta er bara gagsæði. Kynning fyrir íbúar Reykjavíkur. Sjálfbært gagsæði. Á stefnudrögum fyrir ljósvistarstefnu borgarinnar. Og 23. október. Þetta er alveg áhugavert. Mjög. Vilt þú fara fyrir okkar hönd? Já, ég mögulega get. Þetta var seinna. Já, ég segi það. Og hann er líka í streymi. Þannig að ég er svo gott ef einhver fyrir. Áhuga að fara ef ég gæti. Hann er ekki streymi, en þetta er fjarfundur einnig. Hún er ekki streymi. Já. 23. hálf 5. Já, ég er ekki bókaður hérna. Ég ætla að reyna að fara. Ég ætla að setja þetta inn. Þetta er málum hverjusins, en ekki? Jú. Ég er með smá... Meira. Bara þegar ég er búinn. Sko, já, bara við höfum rætt þetta og þetta var inn á Facebook síður ráðsins að ég hef í gönguferðum hverfið og nágranni reykist á tjaldbúa. Sumstaðar er hverfið líkast úlfagreini. Ég ætla að orða þetta pent. Ég gat orðað það öðruvísi. Og ég brá ekki á þessu og það hefur heyrst að þetta séu íbúar lands í Austur-Evrópu sem eru í flest tilfellum íbúar í stöldum. Og það væri bara, já, þetta er ágefni. Þetta er svo sannlega ekki eins og við viljum hafa borgin okkar. Og ef að fólk er að koma hingað til lands til þess að liggja út í tjöldum og liggja á okkar velferðarkerfi, þá er þetta innflutningur íbúa sem við eigum ekkert að vilja hafa hér. Sko, nú vitum við að það bæði Íslendingar sem eru hér við landtæðratali verið í svona tjöldum og svo líka svo segja fólk á erlendum uppruna sem er þá kannski hér bara á þessu 3 mánaða dvalartíma en þjónustumiðstöðvarnar er þið klukkið fólk ykkur er kunnugt þetta fólk. Já, blaðagreinum þetta núna bara eftir ég setti myndinni inn á síðuna, þá kom blaðagreinum þetta í vísir það mókan. Ég veit að þetta verið að skoða þetta á fleiri stöðum. Hafið þið heyrt af þessu? Það er eitt tjald bara hérna við Graf og er rétt hjá Fuglahúsinu. Ég skal bara bergmála þetta inn í minn hóp og sé hvað er að gerast þar. Það er eitt með svakalegur umgengni við hliðina hjálpaði þessum. Mér finnst líka bara mikilvægt að sendi þetta inn að fólk sendi inn í ábendingavefinn til þess að setja bregðast við og láta yfirvöld vita. Þannig að þetta er líka það spurningum að taka til í kringum þetta og leiðbeina fólkinu á rétta staði. Það sé líka, en við grípum fólki. Ég veit að það hefur verið gert sums staðar auðvitað og meðal annars að það fólk að nefna núna. Sumir vilja þiggja aðstoð, það er ekki.
Það er bara þannig að þetta er þetta eins og þú segir eitthvað sem við báðum. Mér finnst þetta ágefni, sko. Vera ákjósanir. Ég hef ekki orðið fyrir óþægindum af völdum þessi, en mér finnst þetta bara ekki við hæfi. Og þetta er sorglegt. Annað mál sem ég sendi svo sannarlega inn ábendingu en hef ekki fengið svar frekar en áður því ég hef sendið inn þann ágæta vef. Nú er búið að merkja göngu- og hjólastíga í hverfinu víða með svona merkingum sem var búið að leggja niður fyrir nokkrum árum og það var lagt út í verulega kostnað við að fara alla stíga og afnema þetta. Og ég sendi á þriðjudag eða miðvikudag í síðustu viku í ábendingavefinn fyrirspurn og ég hef ekki fengið svar. Og ég óskaði eftir svari og gaf netfang. Einhverjum ástæðum þá svarar borgin ekki fyrir. En þetta er út á hamrinu. Já, þetta er fyrir neðan kirkjuna og þetta er víst víðar. Já, ég segi þetta bara í Laugardal. Hvað þýðir þetta? Bara göngu- og reiðhjólsstígur, sko. Sameiginlegur stígur þá væntanlega. Þetta er bara Nei, að, sko, málið er að það voru svona merkingar og það var lína á milli. Já, það var til að aðgreina hérna er hjólað fólk. En fólk heldur í dag að þetta sé búið að vekja það upp aftur. Ég held að þetta sé bara verið að segja að þetta sé stígur fyrir bæði. Já, en akkur svarar ekki borginni mínum fyrirspurnum varðandi þetta. Ég get ekki svarað fyrir það, sko, en Ég er svo hissa, sko. En ég held að þetta sé örugglega án þess að ég hafi eitthvað veit það, en ég tek eftir því þegar ég hlaup í mínu næri umhverfi sem bara Laugardalurinn, þetta Dalna þess þar, þá er þetta meira það sem, þú veist, að því núna komum við hjólastíg og göngustíg, svo slæst þetta saman, þá er það til að vekja athygli á að þessi stígur er fyrir bæði. Vekja athygli fólks gangandi að það. Já, þetta kemur hjá. En þarna er ekki annar stígur. Já, þetta er einn stígur, ég vil segja það, af því að það En í Elliðaárdalnum eru stundum tveir. Já, en stundum einn. Já. Þá þarf að Þegar kynna, það kemur einn, þá kemur þessi merking. Já. en það þarf að kynna fyrir fólki að þetta er ekki verið að segja hjólinni hefur verið þeim eins og hjólið er teiknað og göngufólk hinum veginn. Þetta er svo einkennilega sett upp. Ég hefði haft þetta fyrir ofan hvort annað, sko. Þannig að það er ekki, veltist ekki vafa hvort er. Þannig að hérna, þess vegna sendi ég nú bara fyrirspurn á borgina en ég fæ engin svör. Ég sendi þetta á mig hérna, ég skal. Já. Þú átt að fá, borgin gefur sér einhverja x tímavaldi svona ábendingu. Já, það er stundum ábendingum með þetta hverju og... 5 dagar svara svona einföldu atriði. Ég verði rekin í vinnu og ég verði svona lengi, sko. Það líða svo fyrir potið ykkur tíma, 5 dagar að svara. Í september 2022 þá lagði ég fram tillögu varðandi þessa stíga í sem sagt borgarstjórn að stemma stígur við hraðakstri sem ég fæ margar kvartanir yfir. Þarna sé alltaf hjólum annarkvort ólulegum eða án hraðatakmarkana, án innsiglisins ekki sko miklu hraðar en 25 km sem er leyfilegt dagaðana. Foreldrar eru hvernig að segja mér sko, þeir eru hvernig að banna börnum að vera hana, þetta er hraðbrautir. Og tillöguna var vel tekið, vísað til umhverfis- og skipulagsráðs og var tekinn þar fyrir í síðustu viku eftir rúmlega 2 ára töf. Sem þetta voru frá ráðhúsinu inn í borgarstjórn. En heldur að þetta sé viðbrögð við því? Nei. Eins og hann er að segja að vekja fólk til umhugsunar ef ég kem gangandi, Já. þá veit ég að það gæti líka verið hjólið. Já, en þetta var til að það tekið fyrir eftir, ég sá, maður fór að sjá þessa merkingar sem sumar að haust sko. En það er náttúrulega líka bara önnur umræða þessu hraðhjól og hlaupahjól, rafmagnshlauphjól fara. Þú veist, maður er, þú veist, þótt þú sért á hjóli, þá ertu stundum í lífshættu þegar það koma ákveðnir íbúrar hjólra fólki framhjá þessu. Bara verið. Standardsliður bara. Og líka, þú veist, þessi svona rafmagnshlaupahjól eru líka öll mjög öflug, sko. Já, það var náttúrulega bannaslys fyrir fáum árum á Sæbjörnunni. Ég las þarna skýrslu samgönguslysa og þá náttúrulega voru þeir bæði óluleg hjólinn sem endi þessi því að annað var svona stórt rafmagnshjól sem er óheimilt að aka eftir gönguhjólastígum og hitt var svona rafhlaupahjól sem á aka eftir en það var búið að taka innsiglega því þannig að það var talað að þau höfðu bæði verið á miklum hraða. Saman með hræðilega slysi á Grettsgötunum og Barðarstígnum. Já, var það? Já, hann var undir áhrifum lyfja og áfengis og á breyttu hlaupahjóli og að dómi þeirra sem til sáu á ólöglegum hraðamiðum stað. En í Garðabænum er þetta til fyrirmynda því að þeir hafa sett upp hraðaskilti á sínum stígum 25 sem sýnir sem að ef maður er á rafhjóli þá má maður ekki fara hraðar en 25 og þetta er svo hopp og þeir hafa bara stilt sín hjól. Þeir komast ekki hraðar en 25 km/h.
Já, þau líka með þetta í Kópavog, þar kemur svona valda stað og það sem bara kemur vekjum athygli, næsta kampanje allar svona merkingar eru góðar, mjög flottar, sko. Og þú veist, ég held að þessar merkingar séu bara flottar, það þarf bara að vera þannig að fólk skilur það. Já, og fólk er að misskilja. Já, þá þarf bara að, þú veist, að þurfum að hjálpa stara á að vekja athygli á. Öskar á mig, þú ert hjólamegin. Já, akkurat. Þá eru þið með skýrsluna, já, því að passa nú vel með næsta fund, þar sem þið ætla að leggja fram umhverfismálið. Já, ég ætlaði aðeins að koma inn á það. Fyrir fyrsta varðandi ábendingakerfið. Já. Þar sem að við erum ekki með okkar eigin borgarstjórn. Þá er ábendingakerfið mjög mikilvægt fyrir okkur og það sé, ég held að við ætlum eiginlega bara að taka sérstaklega fyrir fundi að leggja áherslu á hvernig það þyrfti að virka eins og með svörun og að því það er mjög góð leið, við getum bara komið með ábendingu. Ábending er náttúrulega ekki verkbeiðni, við verðum að passa okkur á því, þetta er bara ábending. Og þetta er Reykjavíkurborg verður að áskilja sér rétt til þess að taka hana eins og hún er og vinna úr sem ábending, stundum fyrir þetta sem er verk. Og ég vil nú segja það, ég til dæmis bara fyrir í botlangan hjá mér þá var svona brotin kantsteinn hérna, það sem er svona gengur út svona með grasbala eins og hérna hvað þetta hafa í götun og hann var brotin og ég sendi ábendingu, tók mynd og það gekk, mér nefnilega, ég sendi ábendingu og það hefur virkað fyrir mér. En ég held að það skiptir okkur líka máli að sé vel haldið utan ábendingar bara í tölfræði, hvers konar ábendingar þetta er og upplýsa líka bara íbúa síðan. Það er gott fyrir íbúa að vita, ok, þetta er nei, þess að koma að ábendingum og það sé hlustað á. Já, mér var þetta fyrirspurn. Já, það getur vel verið það, já, en allavega ég góða reynslu af þessu, þetta er í annað skipti allavega sem ég sendi ábendingu og bæði skiptin var brugðist við, en ég man ekki eftir að ég hafi fengið sem sagt þegar að úrlausnin var komin, ég sá bara úrlausnina það til dæmis dæmi sem ég ætla að rannsaka þetta betur að það er mjög áhugavert að vita sko og þetta getur hjálpað okkur líka að upplifa betri þjónustu. Það væri hægt að hafa ábendingakerfi þannig að þú veist að til dæmis í snjómokstur eða þú veist á tímabil þegar það er snjómokstur það sé hægt að senda ábendingar og þá væri alltaf best ef þeim var að safna saman í hverfum og svo svarað bara einum skilur fyrir alla í einu. Þetta er rosa góð pæling vegna þess að það væri mjög áhugavert að fá bara á svona ársbasis. Tölfræðina, hvað hefur mikið borist úr Grafarvogi og hvernig, í hvers svona, þetta lítur á flokka. Já, við ætlum að fá upplýsingar það. Við sem íbúar á ættum einmitt að vera að fylgjast með þessu. Og bara að því við erum svona hlutur og íbúar og þetta er leiðin inn í stjórnkerfið. Hvetja fólk til að nota þetta. Já, ákveðlega. Já, hvetja síðan fólk að því þetta er þá, og þetta þá upplifa íbúar betri þjónustu að þessi hluti af Reykjavík, hluti af stjórnkerfinu, að við séum ekki bara eitthvað sem enginn hlustar á. Allavega, þetta er mjög spennandi að vita þetta betur. Og við getum notað þetta, við getum fáið það einhvern tímann upplýsingar, kynningu átt að fundi. Já, fá kynningu bara á kerfi og hvernig það virkar og hvernig það séu reglur það og svona. Já. Og er vona á skýrslunni bara næstu eitthvað? Já, svo ætla ég taka fyrir skýrsluna. Við erum búin að starfshópurinn er búin að vera duglegur, við erum búin að funda 7 sinnum, að fundu núna á föstudaginn og við erum búin að fara í vettvangsferðir og það er búið heilmikil vinna í kringum þetta. Þetta er búið að vera mjög áhugaverð að vinna og það kemur skýrsla frá okkur og hún verður þá kynnt á næsta fundi íbúaráðsins og þannig var ég með hugmyndir að fá einhverja á fundin til þess að ræða skýrsluna. Við sjáum bara til með það, hún verður allir gefin út í október af starfsfólk. Bara formaður einhverju skipulagsráðs eða einhverju sviðinu. Já, mér finnst líka bara að það mögulegt að fara bara síðan með skýrsluna inn í stjórnkerfið og kynna hana í nefndarkerfinu hjá Reykjavík. Já, bara sjálfsagt sko að það er hægt að koma með henni í einhverju skipulagsráð og ásamt glærukynningu. Þannig að þetta er Hafið þið fengið ykkur aðstoð á sviðinu eða bara alveg gert þetta sjálf? Við höfum fengið ykkur aðstoð, en ég hefði viljað fá aðeins meira aðstoð, en það var alveg strax í svarinu þegar ég byrjaði eftir gagnarsöfnun, það var svona
talað takmarkaðan tíma og slíkt og svona kannski sumt að því sem ég var að biðja var svona þótt ekki réttlætanlegt að leggja mikla vinnu í það. En það eins og það en þannig að við höfum ekki haft allt sem við vildum í vinnunni. En ég er ennþá að herja á frekar gögn. Meðal annars tölfræði og ábendingakerfinu sem að því ég veit að þú Kjartan hvattir íbúa til að senda ábendingar öryggismál og það væri mjög áhugavert að sjá hversu margir hafa skilað slíku. Þannig að kom einhvern tímann eitthvað frá Korpúlum ég ítrekaði það við það. Ég veit að það ekki komið núna en við skulum ítreka það því að við fengum aðeins í síðustu skýrslu frá þeim. Og það var nú bara góð pæling hvort að eins og Girðingi sem báðum hvort að hún hafi verið sett upp. Sendið Theodór Póstan Þeir báðu handrið í brekkunni fyrir ofan kirkjuna á göngustígnum því hún verður á tán. Það er bara góð pæling. Ég ætla bara að fara með myndavélina og gá fyrir fundina mynda á föstudaginn. Það var ekki vanlegt. Þetta er bara alveg fellast og stórhættulegt. Þorvaldur þannig að bara stiga sig aðeins. Já, við höfum svona rætt okkur niður á að vera með svona bara þessum forgangsverkefni þannig að við ætlum að beita okkur fyrir því hvað okkur finnst vera að skipta mestu máli þannig að við okkur finnst skipta mestu máli en síðan verður skýrslan mjög marga síður en hún verður indexuð og þannig að það verður vonandi aðgengileg svona gegnum bæði efnisíður og bookmarks og við erum að nota alla tekník þannig að það geti ferðast skýrsluna. Þetta verður bara gott að heyra. Tölfræði og alls konar tölfræði, við erum búin að fara yfir vefinn á samgöngustofu slysaskráningunni og búin að greina hann alveg út í gegn og við erum búin að fara yfir markmið Reykjavíkurborgar sem umferðaröryggismálum og við erum bara að bera sama markmið við niðurstöður og við erum búin að gera ýmislegt. Það er bara ég held að þessi fyrirlög kalli á veitingar. Ég get ekki sagt hann, þetta er hátíðarstund. Það er 10 ára flestir svona skýrsla, maður var svona, það hefur svolítið fyndið að því við reynum að halda þannig að líka það var svona vilji hjá starfsfólk að reyna að halda svona sjó í svona hvernig hann lítur út og hvernig þetta velja lýsandi myndir og svona. Lýsandi myndir og þetta er. Eitthvað meira hverfið áður við höldum heimálið. Það verður að rífa húsið fyrir neðan okkur Hamarinn sem nafntókaði maður sem ég kann ekki deila á listamaður eða eitthvað slíkt. Það tala fyrir neðan Hamarinn. Varstu ekki að segja að þú sem eigin ykkur ættir að leggja þangað? Jú, amma og afi, það voru að það niður í Dóra. Dofri, já. Svona er ég nú góði að træðinni. Já. Og verið að rífa það allt? Já, ég sé að það er grafað þar og verið að rífa. Það var einhver undarpálfur á skóli eða eitthvað það senast þegar ég vissi, ég skoðaði þetta eitthvað. Starfaði eitthvað annars. Nei, bara, minnst það áverð. Þarna hefði ég getað myndið mér að væri svæði sem að væri hægt að byggja á, getting. En það er ekki í tillögunum, okkur ekki. Ekki vatni neinu vegasambandi. Það er ekki málega vega það, ekki gera það. Bara gegnum Guðmundsbæ. Þess vegna. Nei, ég segi svona. Þetta er einn af fallegustu stöðum og hvað var sólsetur. Þetta er bekkur hérna fyrir neðan. Já. Og beats. Beats, já. Einhverju graffarar komnir hérna á Gufunessi og nú er loka bryggjunni ég fór í vettvangsverð í gær. Það er samt fólk með þessum hjólum úti á bryggjunni sem veistu, og svo er einhver graffarar farnir þarna. En þarna er komið leiga á einhverjum sjó. Já, köttum. Já, það er búið svolítið. Já. Og miklu snyrtilegar voru allt þetta svæði. Bara algjörlega til fyrirmyndar. Já, kannski. Kjörsvæði. Þetta getur við nú sagði að það var líka tekinn fyrir í umhverfis- og skipulagsráði á síðasta fundi til að varðandi lága bryggjukantinn við Naustabryggju í Bryggjukverfi. Kom allir með það? Nei, sem sagt, ég kom með tillöguna eftir í maí, og
og núna sem sagt var hún tekin fyrir. Þá sem sagt, þá lá fyrir umsögn frá samgöngustjóra málið og umsögnin var neikvæð. Það sagði bara, þetta er á fundargerð umhverfis- og skipulagsráð og það var ekki bara fjallað þetta og sagt í fyrir að það hefði verið settir þá bekkir eitthvað slíkt til að draga úr því að fólk líti á þetta sem að þetta var hrætt þarna. Og það hefði verið gert í fyrra en samgöngustjóri sagði ekki ástæðu til að það varst frekar þarna að svo stöddu. Og málinu var síðan vísað frá nefndinni til samgöngustjórans og ég satt hjá þetta ég sagði bara ég finnst skrítið nú er búið að skoða málið í 5 mánuði eða búið að skoða til í maí og það verið 5 mánuði liðnir og það var tillaga samgöngustjórans var í neikvæð og þá var meirihluti ráðsins að vísa tillögunni til samgöngustjórans sem hefði nú þegar gefið neikvæða umsögn. Þetta hlýtur að falla undir erindið frá þeim Já. Að setja einhvers konar varnir, fallvarnir. Já. Og Alli fór þarna niður og talaði við Bjarna. Og ég var þar líka. Já. Og einmitt við vöktum líka athygli á því að þessi bryggjukantur er hættulegur. Þau eru einhvern tæknan í. Já. Og ég sendi líka myndirna frá þér. Fyrirmyndarfrágangur. Já. Og fyrir mína parta það líkur nú við að fólk getur bara að safna dósum. Þannig að við fórum til að kaupa kala. Þetta kostar nokkur 100.000. Ég er að segja það. Já. En ekki meira það. Já, einmitt og ég nefndi með Danni hérna úr Kópavoginum, hvernig verður virkingur á þessu En þetta Þetta er allavega þá erum við búin allavega að fá upplýsingar þetta frá báðum hliðum. Kostnaðurinn við að ræða þetta er orðið meiri en að gera þetta. Já, það eru sum mál sem maður bara á ekki orði yfir. Fyrir, í öllum framkvæmdum sem ég kenn álega, þá þarf maður að gæta fallvörnum og maður fær umvandanir frá vinnueftirliti. Og svo er borgin með svona og þeir eru innan gæðsalapa með kjaft yfir því að laga þetta. En ég er sammálunum alla við því að hönnunin í upphafi, hver sem gerði hana, ekki það, að bryggjan er allt of grunn, hún þarf að ná út fyrir steinana. Þegar þeir fjara og þú dettur, þá dettur hún niður í ljót. Bryggjuborðið þarf að fara lengra. En það er þetta veiðamikil og kostnaðarsam aðgerð. Þannig að einhvers konar kaðla eða peanuts. Sáræðilegt. Nú getur maður sagt, hvernig þetta bast líka. Það sendi hérna inn íbúi tölvupóst til okkar með spurningum í sambandi við uppbyggingun í Grafarvogi. Bara margt af þessu kom nú fram hreinlega á fundinum. Ég ætla bara að lista þetta upp, senda okkur, ég bara svara henni. Þannig að þetta komi skilmerkilega fram en ýmislegt eins og ég segi kom fram bara í umræðinni hér. Þetta barst fyrir fundin. Þannig að bara æðislegt að fólk fyrir svona. Þetta kom meira. Ég er svo ánægð með þig þú vildi vera með þessu 13. Það var sjaldan að fólk býður sér fram í þetta. Þetta er flott hátíð. Hún er til fyrirmyndar ábyrgð. Það er svo gaman að kveikja. Vartu fundingarinn? Já. Svo verður ekki stað fulltrúi íbúasamtakanna í bókunum. Svo upptekinn í öðru. Eða fulltrúi íbúasamtakana leggur fram. Það stendur. Já. Þarna? Ertu út í íbúasamtöki? Jó, en það er að stjórn, segðu bara stjórn. Stjórn, já, segðu stjórn íbúasamtakana. Þannig að það kom engin athugasemd. Þetta er stjórnar, athugasemd, eða þú veist, bókun. Já. Og þetta er fjársamflokksins stiður. Nei. Nei, ég var að skoða þetta Grafalags. Þetta heiti það alveg örglega. Jú, hann heiti Grafalag. Get ekki bærin hann niður við Sjógröf.
Það er víst veiði í honum. Já, það ekki. Krakkar hafa veiða þarna. Já, ég veist það. Það hljóta bara einhverjum mörtur. Sleppur úr laxalóni. Varðandi þetta ágæta karp framlagningu á þessum tölvupósti, er þetta lending sem þið getið fælt eitthvað við? 9. liður? Óformlegan tölvupósti á Ekki óformlegum. Hvað sem gert það? Þú ert vanar í svona orðalagi. Já, það getur tölvupósti verið óformlegur, já. Fram til umræða Tölvupóst. óformlegan. Já, þetta var Við kapsmál. Ég hendi bara að segja að það verið umræðan tölvupóst, formanns stafrans ráðs, Já, það ekki. vegna óformlegs erindis. Já, var það óformulegt? Já, það var svo sem kannski óformulegt. Já, ég skal, já. Óskar eftir framleikingu. Já. Var það óformlegt, þetta erindi? það var ekki að finna í mínum, Utan fund. eftir mína leit í fundingunum. Því hefur þetta verið fannanlega varpað. Ef við má, Vegna óformlegs erindis, ekki? Þetta er bara ekki verið fættu bóka því að Helgi Ás hefði annars aldrei vitað eða geta lesið það yfir. Við vorum upp í Borgum, Alveg rétt. þannig að það er bara lást að setja það í undangrunn. en Lífið með ég sér. átti mig á það að ég er óheyrilega leiðilegur, sko, en þú veist, þá hefðu við bara, sett þetta í búning annarra fyrirspurna, sko. Eigum við að setja fyrir neðan svarinni var varpað upp á opinn fundavettvang. Það er ekkert mál að bóka bara athygli á verkinu á því að svarum að finna í Já, setjum það við. Það er stærst. Já. Það er rétt hjartan. Þú ert svo vanur svona. Jú, ég ætla með að segja Það er fylgst með því, vitum hvað margir er að fara inn og vitum hvað margir er að lesa þetta. Er talning á. Það er hægt að sjá það, já. Við séum views. Og þetta fer á YouTube. Þetta fer á YouTube, er ekki? Jú. Það er bara á því kerfi, YouTube-kerfi. Þú sér oft ef maður er að horfa á svona livestream og tónleikum og svona sem eru svona félagsamtök með það, þá sér maður hvað er margir að horfa. Já, maður bara á að sjá hvað sem er på. Maður sér eitthvað íslenskt efni, en kannski nokkur hundruð áhorf kannski. Já. Flott. YouTube. Ég myndi að hafa bandstrik, þegar ég er á milli. YouTube. Flott. Kjartan, ertu að yrkja ljóð? Hjartan er formlegur. Ég hef nú gert það, nú svolítið langt síðan. Mér finnst það. Já. Þú hefur nefnilega eitthvað tilfinningu fyrir tungumálinu. Það er góða tilfinningu. Já. Er það sáttið við þetta? Já. Það var